642. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi í Hljómahöll 7. desember 2022 er settur. Viðstaddir eru bæjarfulltrúarnir Bjarni Páll Tryggvason, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Sverrir Bergmann Magnússon, Valgerður Björk Pálsdóttir, Guðbergur Reynisson, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Alexander Ragnarsson, Margrét Þórarinsdóttir og svo sem hér stendur Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Auk þess situr bæjarstjóri Kjartan Már Kjartansson fundinn og Hrefna Gunnarsdóttir sem ritar fundargerð. Á dagskrá þessa fundar eru 8 mál, en þau eru: fyrsta mál fundargerði bæjarráðs frá 17. og 24. nóvember og 1. desember síðastliðnum, fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. nóvember og 2. desember, fundargerð lýðheilsuráðs frá 15. nóvember, fundargerð velferðarráðs frá 16. nóvember, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. nóvember, fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 25. nóvember, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 29. nóvember og síðasta mál er síðari umræða fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar frá 2023 til 2026. En ágætu bæjarfulltrúar, áður en við göngum til dagskrár, ætlar forseti að lesa upp bókun sem bæjarfulltrúar hafa sameinast og varðar frétt af niðurstöðu í máli Kísilvers United Silicon í Helguvík. En bókunin er svohljóðandi. Þann 1. desember síðastliðinn birtist tilkynning á vefsíðu Arion banka þess efnis að samningar milli Stakksbergs og PCC kaup þess síðarnefnda á þrotabúi Kísilvers United Silicon í Helguvík myndu ekki ganga eftir. Síðar í tilkynningunni segir: Í kjölfar þessara niðurstöðu mun Arion banki horfa til sölu á þeim innviðum sem eru til staðar í Helguvík, annaðhvort til flutnings eða með það að markmiði að koma þar upp annars konar starfsemi en kísilframleiðslu. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fagnar því að nú sé komin niðurstaða í málinu og að áralangri óvissu sem uppi hefur verið starfsemi kísilvinnslu í Helguvík sé nú lokið. Bæjarbúar geta því horft björtum augum fram á við og treyst því að framtíðar uppbygging í Helguvík muni byggja á öðrum grunni en stóriðju. Bæjarstjórn leggur áherslu á að mikil og fjölbreytt tækifæri felast í framtíðar uppbyggingu svæðisins og ítrekar mikilvægi þess að öll frekari uppbygging á svæðinu sé gerð í samstarfi og sátt við umhverfið og samfélagið í Reykjanesbæ. Nú stendur yfir mikil uppbygging í Reykjanesbæ og nágrenni. Helguvík skipar þar stórt hlutverk í þeirri uppbyggingu og mun bæjarstjórn Reykjanesbæjar vinna að því að svæðið verði hluti af þeirri jákvæðu uppbyggingu. Verður þar meðal annars unnið eftir þeirri stefnu sem fram kemur í framtíðarsýn Reykjaneshafnar. Bæjarstjórn vekur athygli á því að á Helguvíkursvæðinu eru til staðar fjölmörg tækifæri fyrir atvinnurekstur og hvetur bæjarstjórn aðila í íslensku atvinnulífi að gaumgæfa vel þá valkosti sem bjóðast í nágrenni Helguvíkurhafnar og við alþjóðaflugvöll. Framúrskarandi stórskipahöfn, nægt framboð hagstæðra atvinnulóða og nálægð við stærstu atvinnugreinar landsins ásamt vel menntuðum og hæfum mannauði eru einungis nokkrir af þeim kostum sem Helguvík og Reykjanesbær bjóða upp á. Undir þetta rita allir viðstaddir bæjarfulltrúar. En þá göngum við til dagskrár og tökum hér fyrst fyrir fundargerði bæjarráðs sem eru að þessu sinni 3, 17. og 24. nóvember og 1. desember. Orðið er laust. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel.
Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og góðir gestir. Ég kem hér undir fundargerð bæjarráðs frá 17. nóvember síðastliðnum, lið 1 samræmd móttaka flóttafólks. Við höfum fengið til okkar nýjan samning, þjónustusamning vegna samræmdu móttöku flóttafólks og munum við taka hann fyrir hér síðar þar sem okkur vantar viðauka í samningin, en Reykjanesbær þá að skuldbunda sig að taka við fleiri flóttamönnum í samræmdu móttöku í gegnum þennan samning. Nú, til upplýsingar þá langstærstu hópar einstaklinga á flótta sem falla undir þessa skilgreiningu sem að koma frá Úkraínu, Venesúela og Palestínu. En eins og við öll vitum aðstæður í þessum löndum erfiðar sem einkennast meðal annars af stríði, mikilli fátækt og neyð. Það sem jákvætt í þessu að fleiri sveitarfélög eru komin að borðinu en lengi vel voru við aðeins 3. En nú hefur Árborg og Akureyri einnig bæst við, auk fleiri sveitarfélög sem að skoða samning og því ber að fagna. Með þessum samningi fáum við sem sveitarfélag greitt fyrir stöðugildi að sinna þessum viðkvæma hópi, auk endurgreiðslu og húsnæðisstuðning fyrstu 12 mánuðina, auk fjármagns í þróunarverkefni tengt veittri þjónustu. Þannig að þessum samningi ber að fagna. Að sama skapi deili ákveðnum áhyggjum að ekki sé nú þegar komið fleiri sveitarfélög að borðinu til að taka móti þessu fólki. Þar sem við sjáum tölur í tugatali oft á hverjum einasta degi af fólki sem kemur til Íslands. Og það líður varla sá dagur að enginn komi. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að við sem þjóð, öll sveitarfélög landsins sinnum þessu samfélagslega verkefni. Ég vil vera alveg skýr í því að ég skil neyðina og aðstæðunar endur við að bregðast við með að stækka samningin okkar, auk þess að við höldum ennþá í samningin okkar Reykjanesbæjar móttöku 70 til 80 flóttamanna sem við höfum haft í áraraðir. Ég vona að það standi á sama tíma að Vinnumálastofnun virði það að taka ekki á leigu fleiri húsnæði í okkar sveitarfélagi, þar sem við erum að stækka samningin enn frekar. Og að það verði ekki varaleið Vinnumálastofnunar að koma fleirum inn í okkar sveitarfélag. Nú verða fleiri að aðstoða okkur með þetta risaverkefni. Þannig að ég fagna þessum samningi upp á það að við erum að fá greitt með þessari þjónustu sem við erum að veita, en við munum ræða hana samning frekar þar sem við þurfum að klára viðaukann sem kemur inn í með honum. Ég vil einnig með leyfi forseta koma inn á fundargerð bæjarráðs frá 1. desember, lið 4, breyting á meðhöndlun úrgangs. Ljóst það að styttist óðum í áramót þegar ný lög meðhöndlun úrgangs taka gildi og við ræddum á þessum bæjarráðsfundi að best væri að fá sjálfbærni fulltrúan okkar, auk framkvæmdastjóra Kölku, til að ræða og fara yfir hvað málið er statt núna og hvaða leið sé vænlegust fyrir sveitarfélög okkar. Að lokum vil ég einnig koma undir lið 5, nýtt hjúkrunarheimili. Það sem ég vil fagna samþykktum bæjarráðs á tillögu heilbrigðisráðuneytisins að stækka fyrirhugað hjúkrunarheimili úr 60 rýmum í 80. Með þessu bætum við auka hæð ofan á fyrirhugað hjúkrunarheimili sem staðsett verður á Nesvöllum og þetta eru gleðileg tíðindi þar sem ljóst að hjúkrunarheimilið mun taka við núverandi íbúðum á Hlévangi, en með stækkunni getum við þá einnig farið að vinna í biðlistanum sem felur í sig fólk sem gæti verið á heilbrigðisstofnunum okkar eða heima hjá sér og þyrfti að komast inn. Þannig að þetta er virkilega gleðilegt að við fáum hana 20 auka rými. Takk. Takk fyrir þetta. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég kem hérna undir lið 8 í fundargerð bæjarráðs 24. nóvember erindisbréf bygginganefndar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur skilning á því að vinna við erindisbréfið hafi tafist, en hins vegar bendum við á að skipuð var bygginganefnd yfir Myllubakkaskóla í haust sem halda mætti að hefði ákveðnu hlutverki að gegna. Markmiðið með bygginganefnd að tryggja fagfólk sem getur tekið ákvarðanir framhald aðgerða sinni verkefninu og það virðist ekki vera raunin.
Nefndin virðist hins vegar ekki fá nein verkefni og í fundagerðum virðist hún vera sett yfir aðrar byggingar sveitarfélagsins og hafa lítið sem ekkert Myllubakkaskóla að gera. Verkefnastjórn fundar hins vegar reglulega og tekur ákvarðanir sem ætla mætti að fagmenn þyrftu að koma að og ef lesin fundagerð verkefnastjórnar virðist hún vera með valdið og samkvæmt nýjustu fundagerð Reykjanesbær sjálfur orðinn verktaki og í hugmyndum að skipta þak á skólanum. Virðulegur bæjarstjóri, eru ekki einhverjar reglur að svona verk skuli bjóða út? Getur þú frætt okkur það? Okkur í Sjálfstæðisflokki finnst þetta verkefni greinilega orðið of stórt fyrir meirihlutann og leggjum til að fagfólki verði sem fyrst rétt verkefni í hendur áður en það fer illa hjá sjálfskipuðum myglusérfræðingum. Takk. Takk fyrir þetta. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, afsakið orðalagi en allar aðeins vitlaus hef ég bara aldrei heyrt hérna úr stóli hér. Nefndin skipuð 2 sérstökum sérfræðingum, Myllubakkanefndin svokallaða, þeim Guðmundi Björnssyni og Garðari Guðlaugssyni sem sérstaklega var tilnefndir af Sjálfstæðisflokknum sem fara með stjórn þessara nefndar ásamt bæjarstjóra og mér. Þessi orð háttvirts bæjarfulltrúa eru honum sjálfum til skammar. Fyrir rúmri viku síðan sat ég með oddvita Sjálfstæðisflokksins þar sem hún óskaði eftir því að við frestuðum að leggja fram erindisbréf vegna Myllubakkaskóla. Hún vildi skoða þetta á annan hátt. Síðan kemur bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hérna upp og fer fram með einhverja steypu. Til að upplýsa hann hvað að gerast, við erum að passa peningan okkar. Þess vegna munum við kaupa öllum líkindum efni í þaki sem verður síðan boðið út. Þetta bara hagræðing hjá okkur að reyna að gera hlutina gáfulega og í fullu samráði við nefndin og þar með talið fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í nefndinni. Þannig að ég væri ágætt ef oddviti bæjarfulltrúi myndi tala við einhvern nefndamann áður en hann fer upp með svona þvælu svo hann hafði hérna áðan. Því miður var þetta bara alls ekki rétt. Mjög sorglegt að hlusta á hann. Takk fyrir þetta. Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta, bæjarfulltrúi Friðjón. Ég hélt að Greta Guðlaugs væri nefndarmaður í þessari byggingarnefnd og ég talaði við hann bara í hádeginu í dag þar sem hann segir mér að byggingarnefnd hafi ekki fengið nein verkefni. En ég verð þá að ræða við hann aftur. Takk fyrir þetta. Við treystum því að við höfum sett verkefni í hendur færra fagaðila í þessari nefnd sem þarna var skipuð af bæði meiri og minni hluta. Guðný Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, ég vil koma aðeins upp undir þessu málefni hér og vil koma að ýmsu. Við erum með fagfólk að vinna fyrir okkur, við erum með verkfræðinga að vinna fyrir okkur, við sendum sýni í Náttúruvísindastofnun Íslands auk þess að fara til Danmerkur í sérstaka sýnatöku þar. Við erum með fólk að vinna fyrir okkur sem er eins hæft og hægt er. Við höfum hvergi til sparað í neinu og varðandi að vera sérstakt erindisbréf Myllubakkaskóla þá erum við einnig að skoða hvort það eru séu aðrar stofnanir hjá okkur sem eru að sýna þessi merki myglu og skemmdir. Þannig að mögulega verður þetta byggingarnefnd punktur, ekki tengt við ákveðinn skóla. Varðandi það erindisbréfið sé ekki tilbúið, það er í vinnslu og mun líta sitt ljós núna fljótlega. Og ég vil minna á það að líkt og þegar Stapaskóli var byggður þá var bæjaráð byggingarnefnd og við komum úr alls konar flokkum og hópum og störfum og öðru og við ákváðum sérstaklega að hafa einstaklinga í þessari nefnd með þekkingu á húsbyggingum. Þannig að við tilnefndum einn og meiri hluta og einn og minni hluta sem höfðu sérstaka þekkingu á þessum málum. Og nú hef ég setið tvo fundi í þessu byggingarnefnd og ég hef fulla trú á þessu fólki sem þar starfar. Og mér finnst þetta leiðilegt að þetta sé stimplað sem verkefni sem meiri hlutin ræður ekki við að 70 ára gamalt hús sé myglað og við séum að reyna að laga. Þetta þykir mér óþarfi hér inni.
Takk fyrir þetta, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúa, bara til að svara bæjarfulltrúa Guðbergi Reynisinni að þá viðmiðið eru 58.543.000. Þannig að ef að áætlaður kostnaður við verklega framkvæmd undir þeirri tölu þá okkur heimilt að vinna það með öðrum hætti en ef yfir þeirri tölu þá ber okkur að bjóða það út. Takk fyrir þetta. Orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég vil bara taka undir það sem hefur komið hérna fram og vil frábíða með það að málið sé stillt upp þannig að bæjarfulltrúar séu í einhverjum sérstökum leikjum gagnvart byggingarnefndum í sveitarfélaginu hérna. Þetta að sjálfsögðu í höndum fagfólks og reynt að stilla málum þannig af en ekki á þann máta eins og reynt að mála hér að einhverjum einstaka bæjarfulltrúar séu að víla og díla með efniskaup og annað þvílíkt hérna í bænum. Það bara fjarri öllu sem að nokkuð tíma getur verið í tengingu við raunveruleikann. En að öðrum máli sem ég vil vekja athygli á sem að mjög ánægjulegt á bæjarráðsfundi frá 24. nóvember síðastliðnum. Það langar mig bara að vekja sérstaklega athygli á því máli sem 7. mál, stuðningur við samfélagsleg verkefni í Reykjanesbæ. Það hefur allavega máli við okkur sem erum hérna í bæjarstjórninni ítrekað komið fólk að máli við okkur og vakið máls á því að fjármögnun, rekstrar og verkefna hjá aðilum sem eru í sérstaklega íþrótta, menningar og tómstundastarfi sé krefjandi og flókið verkefni. Og að því tilefni að þá kom fyrir bæjarráð á þessum fundi greinargerð sem að fjallar stuðning við samfélagsleg verkefni í Reykjanesbæ og tillaga sem fylgdi henni. Greinargerðin hljómar svona. Á síðastliðnum árum hefur það komið reglulega fram í samtölum við aðila sem standa að íþrótta, menningar og tómstundastarfi í Reykjanesbæ að fjármögnun rekstrar og verkefna sé vandasamt og tímafrekt verkefni. Forsvaramenn nefna að þeir tali oft fyrir daufum eyrum, ekki hvað síst þegar að ræða samtal við rekstraraðila sem reka umfangsmikla starfsemi á svæðinu en séu með höfuðstöðvar sínar utan bæjarfélagsins. Skortur á skilningi og þörfum samfélagsins virðist gæta. Öll þau stærri fyrirtæki sem starfa hér á svæðinu og treysta á að íbúar Reykjanesbæjar séu áhugasamir störf hjá þeim virðast út á við vera mjög meðvituð sína samfélagslegu ábyrgð. Að því má ráða að þessi fyrirtæki skilja að þau hafi hag af því að starfsmenn þess kjósi að búa í Reykjanesbæ og nýta þar þau þjónustu og afþreyingu sem í boði Þessi fyrirtæki hafa flest hver markað sér skýra stefnur samfélagsábyrgð og því þyrfist vera fullur vilji hjá atvinnurekendum að vera virkur þátttakandi í því samfélagi sem stór hluti starfsmanna þeirra lifir í. Samfélaginu þar sem börn starfsmanna sækja skóla, stunda tómstundir, iðka íþróttir og starfsmennirnir sjálfir eru virkir þátttakendur í viðburðum, menningu og daglegu lífi. Það virðist því ekki skorta yfirlýstan vilja aðila til að vera virkur þáttakandi í daglegu lífi íbúa Reykjanesbæjar en einhverra hluta vegna þá upplifa þessir aðilar í tómstundastarfinu og lítur þannig út að einhverjir sjá ekki hvaða tækifæri eru til staðar til að styðja við samfélagið í Reykjanesbæ. Og Reykjanesbæjar á að opna þetta samtal milli aðila hér á svæðinu. Þessu fylgir síðan tillaga sem í stuttu máli að þann máta að Reykjanesbæjar reyni að leggja sín lóð á vogarskálarnar að útbúa kynningu þá valkosti sem eru til staðar til að styðja við samfélagið hérna í bænum í samstarfi við þá viðeigandi hagaðila og fari svo í samtal við þessa atvinnureikendur til þess að eða stóru aðila hérna á svæðinu til að reyna að styðja þá í sínum verkefnum. Og undir þetta rita Halldóra Fríða Þórðardóttir, Friðjón Einarsson, Valgerður Pálsdóttir, Margrét Sanders og Margrét Þórarinsdóttir. Þannig að þetta er svona þverpólitísk greinargerð og tillaga sem kemur hérna fram og ég held að þetta verði, ég vona svo innilega að þetta verði til þess að þessi félög finni fyrir auknum stuðningi og að stærstu atvinnuveitendur íbúa Reykjanesbæjar verði sýnilegri í daglegu lífi bæjarbúa. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Orðið laust. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Mig langar að ræða 2 mál
frá fundi bæjarráðs þann 24. nóvember. Ég ætla að byrja á máli númer 5, barnvænt samfélag, sveitafélag. Á fundinu samþykktum við í bæjarráði aðgerðaráætlun til næstu 2 ára sem liður sveitafélagsins í því að verða barnvænt sveitarfélag. Aðgerðaráætlunin byggir á fjölbreyttri greiningarvinnu á fyrirliggjandi opinberum gögnum stöðu, heilsu og líðan barna í Reykjanesbæ. Auk þess tekið mið af skoðunum barna og ungmenna sem leita var eftir í sérstakri könnun, samtölum við sérfræðihópa barna og ungmenna þingi. Áætlunin samanstendur af 16 aðgerðum sem snúa meðal annars að því að halda ungmennaþing annað hvert ár, efla fræðslu tilkynningar til barnaverndar, mótun mannréttindastefnu og frístundastefnu og að viðhalda þekkingu starfsfólks bæjarins á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ég fagna því að verkefnið haldi áfram og að við höfum tryggt nægt fjármagn næstu 2 árin og ég hlakka til að fylgja málinu eftir hér á þessum vettvangi sem tengiliður bæjarstjórnar við stýrihóp verkefnisins. Að auki vil ég þakka verkefnastjóra barnvæns sveitarfélags fyrir alla hans vinnu við verkefnið undanfarin ár. Því næst vil ég ræða mál númer 10, menningarhús. Það sem hér verður lesið upp bókun sem svipað því minnisblaði sem við í bæjarráði tókum fyrir vegna þessa máls á fundinum. Ég harma að minnisblaðið hafi ekki fylgt fundargerðinni en þannig hefðu bæjarbúar haft meiri upplýsingar, skilning og heildarsamhengi þessa mögulega verkefnis. En maður alltaf að læra hvernig stjórnsýsla virkar, hvað eru opinber gögn og hvað ekki, en ég viðurkenni að við hefðum alveg mátt vanda bókunina betur þetta mál á fundi bæjarráðs. Bókunin sem hér verður lesin undirrituð af bæjarfulltrúum beinna leiðar, Framsóknar, Samfylkingar og Umbótar og mun fylgja fundargerð þessa fundar og hefst þá lesturinn. Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar þann 24. nóvember var samþykkt af kjörnum fulltrúum allra flokka að skoða það hvort færa eigi bókasafn Reykjanesbæjar í núverandi húsnæði Rokkasafns Íslands í Hljómahöll. Það væri liður í því að efla Hljómahöll enn frekar sem menningarhús Reykjanesbæjar og styrkja daglega starfsemi í Hljómahöll. Bæjarstjóra var falið að skoða máli með starfsfólki Reykjanesbæjar, gera kostnaðaráætlun, skoða mögulega hönnun vegna breytinga á húsnæðinu og skoða heildrænt hvort það sé góð hugmynd yfir höfuð að færa bókasafnið í núverandi rými Rokkasafnsins. Ef af ákvörðuninni yrði, myndi sambærileg vinna einnig fara fram safnmuni Rokkasafnsins en margar hugmyndir eru uppi hvort hægt sé að færa safnið eða hluta þess í aðra byggingar eða halda hluta safnsins enn í núverandi húsnæði enda vilji til þess að virða og miðla áfram tónlistarsögu Reykjanesbæjar. Rekstur Rokkasafnsins hefur verið krefjandi í mörg ár og á sama tíma ekki lögbundi verkefni. Bókasöfn eru skilgreind sem lögbundin verkefni sveitarfélaga. Miklar fjárfestingar eru framundan á næstu árum í sveitarfélaginu og ljóst að takmarka fjármagn til verkefna sem eru ekki lögbundin. Einnig ólíklegt að hægt verði að fjárfesta í nýju húsnæði fyrir bókasafni á komandi árum, enda dýr framkvæmd. Það eindreginn vilji bæjaryfirvalda að nýta allt húsnæði Reykjanesbæjar á sem hagkvæmastan hátt og húsnæði bæjarins þjóni þörfum íbúa sem best. Bókasafn Reykjanesbæjar hefur verið í Ráðhúsi Reykjanesbæjar síðan 2013. Undanfarin ár með fjölgun íbúa og nýjum hugmyndum starfsemi bókasafna hefur þörfin fyrir stærra og hentugra húsnæði aukist. Með mögulegum flutningi fengi bókasafni nýrra og stærra húsnæði en áður og hefði loks möguleika á að láta framtíðarsýn Reykjanesbæjar í málefnum bókasafnsins frá 2019 verða að veruleika. Í framtíðarsýninni, sem stefnumótandi skjal samþykkt á bæjaryfirvöldum, kemur meðal annars fram að bókasöfn á Norðurlöndunum í auknum mæli að breytast í samfélagsmiðstöðvar og nokkurs konar almannarými þar sem boðið upp á fjölbreytta þjónustu aðra en útlán bóka. Hér því ekki verið að hugsa að færa einungis bækur og bókahillur yfir í Hljómahöllina. Heldur að bókasafni sem samfélagsmiðstöð verði hluti af menningarhúsi þar sem fjölbreytt starfsemi fer fram. Bókasafni hefur undanfari ár boðið upp á fjölbreytta viðburði öllum bæjarbúum að kostnaðarlausu eins og upplestrarstund fyrir börn og fullorðna, foreldramorgna, listasmiðjur, fjölbreytta viðburði fyrir konur af erlendum uppruna, margskonar markaði sem styðja við deilihagkerfið og fleira. Í nýrra og stærra rými þið betra pláss fyrir viðburði sem og lestrarrými, leiksvæði fyrir börn, kaffisölu og fleira. Hljómahöll yrði áfram vettvangur þar sem stærri tónleikar, veislur og viðburði myndu fara fram meðal annars í Bergi og Stapa.
Ef að flutningi bókasafnsins verður, mun Reykjanesbær standa fyrir samráðsferli í takt við viðmið íbúasamráð Sambands íslenskra sveitarfélaga uppbyggingu hljómahallar sem enn öflugra menningarhús þar sem leitast verður eftir að fá fram fjölbreytt sjónarmið bæjarbúa á öllum aldri. Og eins og ég sagði upphæði þá undirrita þessa bókun fulltrúar Betaleiðar, Framsóknar, Samfylkingar og umbótar. Takk. Kæra þakki fyrir þetta. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir gestir. Varðandi bókun bæjarráðs á fundi 1394 lið 10 málefni menningarhús þann 24. nóvember og bókun bæjarfulltrúa meirihluta og umbótar sem að Valgerður bæjarfulltrúi var að lesa upp hérna áðan, dagsett í dag, vill Sjálfstæðisflokkurinn leggja fram eftirfarandi bókun sem skýrir afstöðu okkar til bókunarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn lagði fyrir haust meðal annars fram þá hugmynd að hagræðingu að skoða fýsileika þess að fá einkaaðila að rekstrinum í Hljómahöll og þannig minnka til muna það fjárframlag sem húsnæði og starfsemi þar krefst frá sveitarfélaginu. Það olli okkur því vonbrigðum að sjá tillögu meirihlutans að færa skyldi bókasafn Reykjanesbæjar af Tjarnargötu 12 og í Hljómahöll og sjá þessa tillögu opinberaða. Áður hafa komið fram hugmyndir færslu bókasafnsins til dæmis í dúshús en það ljóst að hugmyndir eru lítils virði ef við vitum ekki hverjar þarfirnar eru. Rekstur bókasafna í dag gjörólíkur því sem var fyrir nokkrum árum og ljóst að breytingar munu halda áfram að ryðja sér til rúms. Greining á húsnæðisþörf bókasafna og stefnumótun framtíðarstarfsemi og þróun þarf því að byggja á mun fleiri þáttum en hillumetrum af bókum sem hreyfast æ sjaldnar og eigi harðri samkeppni við rafbækur. Við erum að okkar mati að byrja á öfugum enda með því að ætla kostnaðarmeta hvað það kostar að koma bókasafni fyrir í Hljómahöll áður en við skoðum raunverulega þarfir bókasafnsins óháð staðsetningu. Hljómahöll hefur í dag tekjur af útleigu sala og óumdeilt að rokkssafnið liður í aðdráttarafli salaleigunar. Stærstu hóparnir hafa látið þau orð falla að þau komi hingað, meðal annars vegna þeirra sérstöðu sem að rokkssafnið býður upp á. Með færslu bókasafnsins erum við ekki að minnka kostnaðinn við Hljómahöll, en hann þegar til staðar við rekstur hússins og í fermetrónum sem hér liggja, sem hægt að nýta til tekjuöflunar á móti. Og við viljum leggja áherslu á það að það þarf að tryggja að gerð verði greining á því hvaða áhrif það hefði á tekjur sem við þó höfum á húsinu ef rokkssafnið yrði flutt eða því lokað. Hversu vel fer salaleiga fyrir mannfagnaði og viðburðir saman við starfsemi bókasafns? Markmiðið að vera með flottasta bókasafn landsins? Hvenær húsnæði einfaldlega of dýrt fyrir starfsemi sveitarfélags sem að ekki skilar skýrum tekjum að neinu marki? Þessum spurningum og ótal fleiri algjörlega ósvarað og okkar mati óábyrgt að kasta því fram að færa skuli bókasafnið og vinna kostnaðaráætlun bundna við einn kost sem býður upp á mat á kostnaði, að mat á kostnaði verði óskin ein svo að kosturinn teljist góður. Það ljóst að kostnaður við húsnæði hérna í Hljómahöll mikill og því ekkert unni með því að færa hann á milli lykla, hann minnkar ekki við það. Það alls ekki hugmynd meirihlutans sem slík sem við erum andvíg eða veldur okkur áhyggjum. Heldur sem fyrr þessi vinnubrögð að við erum að byrja á öfugum enda í aðdraganda þess að þessi hugmynd fer í loftið. Og meirihlutinn vildi upphaflega bóka á fundi bæjarráðs að tekin væri ákvörðun flutninginn og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins mótmælti því harðlega enda óásættanlegt að ætla að ákveða svona stóra framkvæmd án allra greiningavinnu. Og undir þetta ritum við bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks, Helga Jóhanna Oddsdóttir, Guðbergur Einarsson og Alexander Ragnarsson. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Á þessum títtnefnda bæjarráðsfundi þar sem
þetta mál var til umræðu sem hér er rætt. Það er að segja flutningur á bókasafni var lagt fram minnisblað þar sem þessi hugmynd var kynnt og rædd í bæjarráði. Ljóst var að ekki var allir sammála hugmyndina þar að segja að gera þetta 1 fyrir 3 heldur þyrfti að þarfagreina og fara í kostnaðaráætlun. Það var ekki þannig að þetta minnisblað var lagt fram til að þvinga einn eða neinn eða þá að við ætlum að taka ákvörðun á staðnum. Þetta var hugmynd sem er búið að vera að skoða aðeins undanfarið og við vorum sammála því að fara og gera þarfagreiningu og kostnaðaráætlun á þessu verkefni og óskum eftir að bæjarstjóri myndi gera það. Það var síðan samþykkt. Það var ekki þannig að hlutunum var mótmælt eitthvað með háum og látum eins og hér var sagt. Það er nú ekki vinnskilningur á þessum fundi en ég læt það nú liggja milli mála. En það er þó athyglisvert að á sama tíma við erum að ræða þetta mál sem er lögbundið verkefni, þá leggja sjálfstæðismenn fram tillögur það að færa verkefnið til einkaaðila án þess að gera þarfagreiningu eða kostnaðaráætlun. Svo koma þeir núna upp og segja af hverju hafið þið ekki gert þarfagreiningu og kostnaðaráætlun áður en þið leggja fram svona tillögu á sama tíma og þeir gera það. Mjög athyglisvert. En það sem ég finnst líka hérna fyrst og fremst fyrir er að við erum hérna í Hljómahöll sem kostaði gríðarlega mikla peninga að reisa og byggja. Við erum búin að gera tilraun til þess að reka rocksafnið og salina hérna í þó nokkuð mörg ár og ljóst er að þetta er rekið með tap hverju einasta ári. Heildarkostnaðurinn á næsta ári 250 milljónir, svo það sé sagt. Verkefnið er ekki lögbundið og aðsóknað rocksafninu sjálfu því miður hefur ekki uppfyllt þær óskir sem við höfum upphafi, langt frá því. Að segja það að rocksafni sé einn helsti aðdráttarafl Reykjanesbæjar eins og hefur verið fullyrt víða undanfarið dregið nú stórlega í efa. Það hefur verið ókeypst inn á safni núna síðastliðin 2 ár og hefur það aðeins gert það að verkum að fólk hefur mætt betur en það er ekki margir sem koma hérna að skoða safnið. Og maður spyr þá sjálfan sig á sveitafélagi að reka rocksafn. Getum við gert þetta einhvern veginn öðruvísi? Á sama tíma sitjum við upp með lögbundið verkefni en bæjarstjórn hefur nú þegar samþykkt stefnu í bókasafnsmálum sem liggur fyrir, var samþykkt á síðasta ári og við berum skyldu til þess að bæta úr þar. Nú bíðum við eftir niðurstöðu í þarfagreiningu og kostnaðaráætlun hvað þetta muni kosta okkur að gera þetta og þá munum við taka ákvörðun. Öðruvísi gerum við ekki. Fyrir mitt leyti finnst mér þetta alveg stórkostleg hugmynd að fara með bókasafni hingað meira miðsvæðis í sveitafélagið, stækka húsnæði bókasafnsins 100% og reyna að skapa meira líf heldur en hefur verið í þessu húsi. Það er nú stóra hugmyndin með þessu, af því að eitthvað þurfum við að gera við bókasafni, vegna þess að það er búið að þrengja svo mikið að því við Tjarnargötu 12 að það virkar ekki lengur, því miður. Og ég held að það sé alveg nauðsynlegt, ég ætla ekki að taka myndir hérna á okkur, takk. Þakka þér fyrir. En mér finnst þetta vera góð hugmynd hjá okkur að hafa reksturinn hjá Reykjanesbæ heilbrigðan og sýnilegan eins og við höfum verið að gera á undanförnum árum. Og það er ekki nema nokkur ár síðan að við seldum Víkingasafnið sem allir öskruðu yfir þegar við seldum það en við höfum tapað 500 milljónum á því safni. Og við stoppuðum blæðinguna og nú er þar aðili sem hefur rekið safnið með sóma undanfarin ár. Ég held að við getum fundið lausnir á þessu hérna, ég ætla ekki að giska á þarfagreiningu og kostnaðaráætlun en ég held að þetta gæti orðið og vona það, góð hugmynd til að skapa meira lífi í þessu húsi. Það er ekki þannig að við ætlum að hætta með tónlist. Það er engin hljómahöll og salinir hérna vinstra með við okkur mun allir vera áfram til staðar. Við ætlum að reyna að lækka verð og gera þetta öðruvísi. Þannig að við viljum prófa og við höfum þor og kjark til að prófa eitthvað en ekki bara standa kyrr. Við þurfum að viðurkenna stundum að hlutinni gengi ekki upp hjá okkur og að mínu mati þá hefur þessi rekstur ekki gengið upp, ætla ekki að kenna neinum það, en það er ljóst að okkur blæðir og við erum að borga 10 milljóna hver einasta ári með reksturinn. Þannig að eðlilega ber okkur skylda sem skattborgarar að grípa inn í og skoða aðrar lausnir.
Og það er dálítið sérstakt í þessum, að því að við erum nú að fara að leggja fram fjárhagsáætlun næstu ára hérna og það er mikil þrýstingur að menn sinni lögbundum verkefnum, safni ekki skuldum, en á sama tíma hérna eru menn ekki tilbúin til þess að horfa á nýja hugmyndir hvernig við erum að reka hlutina að gera. Ég held að sé engin lausn að fela einkaaðila að taka allt þetta húsnæði hérna hjá okkur. Ég sé engan aðila að borga okkur 200 milljónir til að vera hérna. Eða ætti við kannski að borga honum þessar 200 milljónir. Leigan á þessu húsnæði er 110 milljónir á ári. Það getur engin reki skemmtistað hérna eða tónleikarhús með þannig tölu. Það er bara ekki hægt, ekki á Íslandi. Þannig að við þurfum að horfa á einhverja aðra lausnir. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru tveir sem hafa óskað eftir að taka til máls. Mér finnst rétt að það komi einmitt hér fram að það er ekki einungis verið að horfa í það að taka bókasafn úr einu húsi og flytja það í annað. Hér eru miklu stærri hugmynd að ræða, að gera hér hljómahöll að menningarhúsi Reykjanesbæjar og það er eitthvað sem önnur sveitafélög eru að leggja núna næstunni marga milljarða í að byggja og við mögulega gætum átt eitt slíkt og mér finnst við vera bara, það væri glapræði að láta ekki kanna það, sérstaklega þar sem við erum að sýsla með fé frá íbúum okkar, að við nýtum það eins vel og við getum. Ég vil einnig hvetja bæjarfulltrúa sem ekki hafa gert það að kynna sér framtíðarsýn bókasafns Reykjanesbæjar sem heitir Í takt við tímann, leiðandi afl í þróun framfara, af því að þar koma fram hugmyndir bókasafn nútímans sem er miklu meira heldur en bara það að vera í þeim rekstri sem bókasafni er í núna. Eins líka nefna það sérstaklega að hér eru við að kanna fýsileika þess að fara í þessa breytingar og þar er aldeilis búið að tengja saman starfsmenn sem munu mögulega koma til með að búa í sama húsi og reka hérna fjölbreytta menningastarfsemi á einum stað. Þannig að það er ekki það að hér sé verið að taka ákvarðanir í pólitík sem munu ekki ríma við það sem að starfsmenn sjá fyrir sér. Eins er ákveðið atriði sem að við höfum ekki nefnt í þessu tilliti, sem er það að við höfum hér í einhver tíma verið að ræða það að það þurfi að breyta, gera meiriháttar breytingar á stjórnsýsluhúsin okkar á Tjarnargötu 12 og með því að losa neðri hæðina að þá skapast þar ákveð svigrúm sem mögulega mun spara okkur heilmikið fjármagn. Þannig að það er í mörg horn að líta og það hefur engin ákvörðun verið tekin, heldur verðum við að vanda okkur þegar við erum að fara af stað með svona vinnu. En næst á mælendaskrá var Valgerður Björk Pálsdóttir og síðan Helga Jóhanna. Valgerður, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að bregðast við bókun Sjálfstæðisflokksins í þessu máli. Þar sem við erum að hugsa bókasafn sem annars konar rými en það er akkurat núna, með færanlegum bókahillum sem er hægt að breyta rýminu á ýmsan hátt, þá finnst mér það þurfi ekki að útiloka það að fyrirtæki og stofnanir vilji koma hingað og halda stóra viðburði. Það er alveg ennþá hægt að vera í þessu glæsilega rými. Það verði ekki bara bækur og bókahillur. Þarfir bókasafnsins eru alveg ljósar og eins og bæjarfulltrúi forseti bæjarstjórnar Halldóra Fríða tók fram, þær eru í framtíðarsýn frá árinu 2019. Það þarf ekki að greina þær mikið frekar, en það þarf náttúrulega að máta þær inn í þá mögulegt annað húsnæði. Forstöðumaður bókasafnsins er í undirbúningshópnum sem vinnur að þessu máli og hún er algjörlega meðvituð nýjar þarfir bókasafna. Svo var spurt hvort það væri markmið að vera með flottasta bókasafn landsins. Já, akkur ekki. En allavega þá bara til þess að halda í horfið, það var núna í vikunni verið að kynna bæjarstjóri Hafnarfjarðar verið að kynna nýja uppbyggingu í miðbæ Hafnarfjarðar þar sem á að byggja glænýtt hús undir bókasafn. Það er enginn að hugsa bara gamla bókasafni hérna á einhverjum 2 litlum hæðum í Ráðhúsinu. Þannig munu bókasafnin ekki þróast. Einnig var verið að tilkynna
hver vann hönnunarsamkeppni á vegum Reykjavíkurborgar, en Reykjavíkurborg ætlar að eyða 3 milljörðum á næstu árum í að gera upp Grófarhúsið í miðbæ Reykjavíkur og sem núna Borgarbókasafnið, Ljósmyndasafn Íslands og eitthvað fleira. Það á núna allt að fara undir Borgarbókasafnið þar. Þannig að við viljum heldur ekki sitja eftir að þetta verði þróunin alls þar annars staðar í öðrum sveitarfélögum á landinu og við sitjum eftir með þetta niður í Ráðhúsi. Að lokum þá bara að því að ég er nýr bæjarfulltrúi, mér finnst áhugavert að það sé verið að vísa í umræður bæjarráðs í bæjarráði að við í meirihlutanum hefðum vilja bóka eitthvað. Ég hélt að umræður í bæjarráði væri bundnar trúnaði. Ef það er einhver misskilningur þá má endilega bara koma hérna fram með þær pælingar. En takk. Kæra þakki fyrir þetta. Helga Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, góða gestir. Ég þakka bæjarfulltrúum fyrir þeirra svör og viðbrögð við þessari bókun okkar. Til að byrja með þá kannski hvet ég bæjarfulltrúa Friðjón til að lesa aftur yfir bókunina eða hlusta á upptöku af fundunum. Þar sem að segir klálega í henni að ég skoða fýsileika þess að fá einkaaðila að rekstrinum. Það var ekki verið að tala hérna að fá einkaaðila að rekstrinum. Við erum algjörlega samkvæm okkur í okkar nálgunum og því sem við erum að gagnrýna. Við erum ekki að mótmæla því að það eigi að stöðva blæðinguna, heldur þvert á móti. Við erum að segja að það eigi að skoða hvort að þetta hús geti staðið betur undir sér. Og ég verð nú að segja það að ég bara í ljósi þeirra sem hér á eftir mér komu upp, að þá verði ég að lýsa eftir skýrri stefnu meirihlutans í málefnum sveitarfélagsins hvað þetta varðar. Hér er kastað til að önnur sveitarfélög sé að búa til flott menningarhús og að þarfagreining sé til fyrir bókasafnið og við erum bara að tala um einhvern allt annan hlut, við erum að tala um menningarhús. Hver er stefna meirihlutans? Verður hún til að því að við sjáum allt í einu að hjá Hljómahöllin er okkur of dýri rekstri? Aftur, kæru kollegar og bæjarfulltrúar, leggjum okkur fram við að velta við hverjum einasta steini á þeim sviðum sem er okkur of þung í skauti. Og gerum þetta á ábyrgan máta. Nú, ég velti líka fyrir mér hvort að talandi um þarfagreiningar og breytingar á Tjarnargötu 12 sem að vissulega krefjast þess þá væntanlega að neðri hæðin verði losuð. Hefur þarfagreining þar farið fram? Er búið að greina þarfirnar þar sem segja við þurfum allt þetta pláss sem bókasafnið er í? Eða ætlum við að gera það eftir á? Þetta er punkturinn með okkar bókun og ég endurtek, við erum ekki á móti hugmyndinni sem slíkri, heldur aðdragandanum. Hversu langt er búið að undirbúa og skoða málin frá öllum hliðum? Takk. Bjarni Páll Tryggvason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kem hérna upp undir 10. lið frá fundi bæjarráðs frá 24. nóvember síðastliðnum sem hefur verið hérna í umræðinni og ég bara tek undir margt af því sem hefur komið fram í umræðinni og annað sem þykir bara ánægilegt að heyra og ég held að það sé bara mjög gott að við séum stödd á þessum stað. Sérstaklega finnst mér ánægilegt að heyra það sem kemur frá fulltrúum sem skrifa ekki undir bókun umbótar og meirihlutans að þeim finnst að það sé ekki mótfallin hugmyndin sem slíkri en séu að deila og hafa efnislegar athugasemdir við aðferðafræði sem er alltaf einhver hlutur sem er náttúrulega okkar hlutverk að vera í að hluta til og bara eðlilegt að við séum að taka þá umræðu. Kannski fyrst og fremst þá er ég bara stoltur af því að bæjarstjórn sé að rífa þarna af ákveðin plástur og koma málum á hreyfingu sem hafa verið í kyrrstöðu í langan tíma. Og ég finnst mikilvægt að það komi líka fram í umræðinni og tek undir orð bæjarfulltrúa sem hafa talað um það hingað til og bara árétta að tónlistararfur Reykjanesbæjar og virðing gagnvart honum er ekki undir í þessari umræðu. Honum verður áfram gert hátt undir höfði eins og ég hef skilið umræðina í þessu Fyrst og fremst að þá held ég að sé líka mikilvægt að við höldum okkur aðeins við efnið og förum ekki að grauta saman
allskins pælingum sem að snúa að hvað á að gera við Tjarnargötu 12 eða annað þvílíkt. Ég held að það sé ekki málinu til framdráttar að fara ofvíðan völlum, það heldur fókusir á það sem að er að ræða. Og hinn svona lykilpunktur í þessu að mér finnst, eins og aðrir hafa bent hérna á, að íbúar þeir eiga það bara hreinlega skilið að þetta glæsilega hús sé aðgengilegra öllum íbúum hérna og bæjarbúum á öllum tímum. Takk. Takk fyrir þetta, bæjarstjóri. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara út af því sem að hér er verið að ræða að benda á að á fundi menningar- og atvinnuráðs þann 23. september síðastliðinn sem var 37. fundur menningar- og atvinnuráðs Reykjanesbæjar, þá mætti Stefanía Gunnarsdóttir forstöðumaður bókasafnsins á fundinn og kynnti framtíðarsýn og þarfagreiningu sem að unnin var 2019 og svo sem enn í gildi. Og undir fundabúðinu þessu fundabúði áður nefndu að þá er þetta plagg og skjal. Þannig að þeir bæjarfulltrúar sem ekki hafa haft tök á að kynna sér það geta þá gert það þar. Varðandi hvort það hafi verið unnið þarfagreining fyrir Tjarnargötu 12 sem að hýsir Ráðhúsið, þá svarið við því já. Það var unnið þarfagreining. Tjarnargata 12 er eitt af B-hlutafélögum Reykjanesbæjar og hefur á að skipa sjálfstæðri stjórn sem að vill svo til í þessu tilfelli að skipuð bæjarráði. Það bæjarráð Reykjanesbæjar stjórn Tjarnargötu 12 og þar hefur núna í tæplega 3 ár með hléum, ég viðurkenni það, farið fram umræður, kynningar og teikningum, samningsdrögum og þarfagreiningum og öðru sem að þurft hefur að leggja fram til þess að þoka því máli áfram. Það hefur verið kynnt á þessum stjórnarfundu Tjarnargötu 12 og sjálfsagt að láta þá bæjarfulltrúa sem að ekki hafa séð eða haft þau gögn undir höndum að koma þeim til þeirra þó að þeir séu ekki í stjórn Tjarnargötu 12. En stjórnin fer með málefni hússins og í samráði við okkur starfsmenn og við höfum reynt að vanda þetta eins og frekasti kostur. Og við erum að horfa til þess að þetta hús núna, það eru einhvers staðar á milli 35 ár síðan að húsið var hannað og svona byggingaframkvæmdir hófust og ég held að sé allir sammála það að húsið uppfyllir ekki nútíma kröfur og þegar við erum að tala það að fara í endur eða uppfærslu á húsinu eins og við kjósum að kalla það, þá erum við að horfa til þess að húsið gagnist sveitarfélaginu sem ráðhús næstu 30 árin að minnsta kosti í viðbót. Og þannig að við erum að reyna að átta okkur á því hvaða sem að framtíðin þarf í svona húsakynnum og erum að vinna með þetta konsept sem að heitir opið rými eða verkefnamiðuð rými og eigum þetta teikna, arkitekt Jón Stefán Einarsson hefur verið að vinna þetta með okkur og gert drög. Áður en það var og þá var önnur arkitektastofa fengin af verkefninu sem að hafði unnið að svipuðu verkefni annars staðar í svona opnu rými og stýrði vinnu við þarfagreininguna hjá okkur og þannig að það er mikið til að gögnum og það er vissulega búið að gera þarfagreiningu fyrir þetta. Takk. Takk fyrir. Helga Jóhanna Oddsdóttir, í þegar einu sinni enn þá erum við komin 3 en þar sem þetta hér er verið að svara þinni fyrirspurn og þá ætla ég að bjóða þér upp í pontu. Takk fyrir, kæri forseti, kæri bæjarfulltrúar. Ég vissi af því, en mér langaði mig til að svara ágæta bæjarstjóra að vissulega fagna ég því að það sé búið að gera þessa þarfagreiningu.
Ég velti því fyrir mér hvort að í henni felist að bókasafnið eigi að fara út og hvort að svona langur tími, af því að ef við horfum bara á stöðuna frá 2019 til 2022, þá hefur þróunin akkurat í þessum málaflokki sem heitir bókasafn, þróunin í skrifstofuvinnu, þörf á skrifstofurými hefur gjörbreyst. Þannig að ég hvet okkur til þess að uppfæra þessa þarfagreiningu. Við erum búin að gjörbylta vinnuumhverfi fólks sem starfar í þeim störfum sem að finna má í Ráðhúsinu. COVID sá til þess að við þurftum að gera það. Þannig að ég hvet til þess að við séum ekki að styðjast við 30 ára gamlar þarfagreiningar heldur. Allavega tökum þær og dustum að þeir rykið og sjáum hvort að hagræðingamöguleikar felist kannski þar. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir það. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum bæjarráðs. Svo er ekki. Þá ber ég fundargerðirnar upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fundargerðir bæjarráðs frá 17. og 24. nóvember og 1. desember eru beðnir að gefa merki og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs. Eins og áður eru nokkuð mál sem samþykkja þarf sérstaklega og við munum, þar sem þetta eru 2 fundargerðir sem eru hér til afgreiðslu, þá mun ég bera fyrst upp mál úr hvorri fundargerð fyrir sig og svo tökum við umræður fundargerðirnar saman að því loknu. Þannig að hér byrjum við í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. nóvember. Tökum við fyrir 7. mál sem er Suðurbraut 758, niðurstaða grenndarkynningar. Orðið er laust það mál. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 7. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 8. mál fundargerðarinnar sem er leikskóli í Drekadal 4, stækkun á lóð. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 8. mál eru beðnir að gefa merki. Það er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 10. mál fyrir fundargerðarinnar sem er aðaltorg þróunarsamningur. Orðið er laust. Þeir sem samþykkt geta 10. mál afsakið aðaltorg þróunarsamning eru beðnir að gefa merki og það mál er samþykkt 10:0. Bæjarfulltrúi Alexander Ragnarsson situr hjá. Þá tökum við næst fyrir 11. mál fundargerðarinnar sem er ósk undanþágu frá úthlutunarreglum. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 11. mál eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra mála sem sérstaklega þurfti að taka fyrir úr fyrri fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Þá færum við okkur yfir í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 2. desember og tökum þar fyrir 3. mál sem er fyrirspurn uppsetningu á svefnskála. Orðið er laust. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 3. mál eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá er það 5. mál fundargerðarinnar sem er Hafnargata 23 breyting. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 5. mál fundargerðarinnar eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir síðasta leið fundargerðarinnar þarna sem er til afgreiðslu sem er 8. mál, Klettatröð 6B stækkun. Orðið er laust. Enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta 8. mál eru beðnir að gefa merki og það er samþykkt 11:0. Þá er ekki fleiri mál sem taka þar fyrir sérstaklega
í þessum fundargerðum báðum, en nú er orðulaust fundargerðnar í heild sinni. Díana Hilmarsdóttir gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég kem hér upp undir máli 2 í fyrri fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. nóvember en var að ræða kynningu á verkefninu Andrými að lífvæða endurskilgreinar torg og almenningssvæði í Reykjanesbæ. Menningarsvið Reykjanesbæjar fékk styrk árið 2019 og 2020 frá menntamálaráðuneytinu til að stuðla að virkni ungs fólks með einhverjum hætti og við þekkjum að ég held öll til afrakstursins af því verkefni sem bar nafni Hughrif í bæ, víða bæjarfélagið okkar. Andrými er verkefni sem snýr að því að lífvæða á endurskilgreinar torg og almenningssvæði í Reykjanesbæ með tímabundnum lausnum og yrði svæðum úthlutað til hópa og einstaklinga sem vilja gera tilraunir til að glæða þau lífi. Andrými er skipulagstæki sem er fyrst og fremst ætlað að stuðla að sjálfbærri þróun svæða, auka fjölbreytta notkun almennings á svæðunum, auka möguleika þeirra og fá íbúa, rekstraraðila og aðra hagsmunaaðila til að sjá möguleikana sem felast í svæðinu. Andrými eru tímabundin verkefni og markmið verkefna fyrir sumarið 2023 er að styrkja og auka strætóskýli og stoppistöðvar í Reykjanesbæ. En einnig er hvatt til þess að lagðar séu umsóknir fyrir smærri verkefni sem gætu meðal annars verið fegrun og umhverfi, markashald, viðburðir og leikir. Það var sótt sstyrk í uppbyggingarsjóð Suðurnesja núna í nóvember og vonandi fáum við þann styrk. Einnig er búið að úthluta ákveðinu upphæð í fjármagn frá Reykjanesbæ fyrir árið 2023. Takk. Guðný Birna Guðmundsdóttir gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, kæru bæjarfulltrúar og góðu gestir. Já, mér langar að koma hérna upp undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. nóvember síðastliðnum lið 3 Víkingarheimar. Óskum heimild til að breyta deiliskipulagi. Mér þótti bara gleðilegt að lesa þetta, en með umræddum breytingum er verið að horfa til nýrar sýningar í Víkingaheimum, auk uppbyggingar á landnámsdýragarðinum sem miðað verður við að vera opin allt árið og ég veit fullt af litlum börnum í sveitarfélaginu okkar sem vera heldur betur glöð með það. Mér langar einnig að koma inn á lið 15 þróun og skipulag hafnarsvæða Reykjaneshafnar en stjórn Reykjaneshafnar óskaði eftir því að umhverfis- og skipulagsráð að skipa yrði sameiginlegan samráðshóp til að vinna sameiginlega skipulagi og þróun hafnarsvæða Reykjaneshafnar í takt við stefnumótun og framtíðarsýn Reykjaneshafnar til ársins 2030 sem liggur fyrir. Ég vil fagna þessu framtaki hjá Reykjaneshöfn og hlakka til að fylgjast með þessu samstarfi sem ég tel mjög mikilvægt, bæði til að fylgja eftir stefnumótun hafnarinnar en ekki síst vegna þess mikla uppbyggingatímabils sem er að fara framundan í sveitarfélaginu okkar. Nú, í fundargerðinni frá 2. desember langaði mig að koma inn á lið 13, Njarðarbraut og Grænás, en umferðarþungin þetta svæði hefur lengi verið í umræðu hjá okkur og inn í Uskráði, þar að segja við Grænás og Ásahverfið í heild sinni. Ég vil fagna því að ráðið, umhverfis- og skipulagsráð, leggur sérstaka áherslu á að fara í gang með úrræði sem hægt er að bregðast strax við, en það er að setja upp betri lýsingu við gangbrauti við Bolafót og Grænásbraut, auk þess að hafinn verði undirbúningur af uppsetningu gangbrautaljósa við Njarðarbraut. Þetta eru ekki stórar né mjög dýra framkvæmdir en efla til muna umferðaröryggi á þessari þungu umferðargötu sem er til hagbóta fyrir börnin okkar og unglinga sem eru að ganga þarna í skólan. Vænti ég þess að þessar framkvæmdir fari fljótt og örugglega af stað og fagna þessari brýningu frá ráðinu. Takk. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs? Guðbergur Reynisson gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri. Ég kem hérna undir fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs. Það eru 3 liðir sem ég vildi taka til máls undir. Það fyrst frá 18. nóvember, liður 3 í fundargerðinni. Sjálfstæðisflokkurinn fagnar
því að mikil uppbyggingahugur er í rekstraraðilum Víkingaheima og virðist sýningin og reksturinn komin á fína ferð enda komið í hendur einkaaðila. Kannski væri ráð að fara svipaða leið með hljómahöllina og bjóða hana út til einkaaðila eins og áðan var rætt. En auðvitað þarf að passa að selja húsið ekki með, eins og í tilviki Víkingaheima. Okkur fannst skrítið á þeim tíma að vera að selja húsið þegar við erum í miklum húsnæðisvandræðum, en fáum kannski seinna að vita á hvað það var selt. Kannski hefði verið hægt að færa bókasafn Reykjanesbæjar í Víkingaheima, hver veit. Vegna liður 5 í umhverfis- og skipulagsfundargerð 18. nóvember. Það er sem sagt hvað er þetta? Já, það eru sem sagt landheldisáform Samherja á Reykjanesi og vinnslutillaga breytingu aðalskipulagi og Sjálfstæðisflokkurinn leggur til að allt verði gert til að liðka fyrir áformum með landheldi á Reykjanesi enda risastórt verkefni sem við munum öll njóta góðs af á næstu árum. Og þá vegna liður 10 í umhverfis- og skipulagsnefndar fundargerð frá 2. des en þar lagði ég fram bókun að áhersla verði lögð á að hringtorg við Stekk verði haldið í aðalskipulagi og svæðið þróað áfram í samstarfi við hagaðila á svæðinu. Það er greinilega þörf á að upplýsa nýja og núverandi hagaðila allan Reykjanesbæ hvernig aðalskipulagi er háttað svo ekki komi endalaus lögfræðibréf eftir á. Takk. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs? Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna upp bara til þess að gera athugasemd við orðalag háttvirts bæjarfulltrúa varðandi Víkingaheima. Allar upplýsingar sölu á húsnæði Víkingaheima liggja fyrir og bæjarfulltrúi Guðbergur getur fengið þær, það er engin leyndarmál í þessu. En það var eitt helsta verkefni bæjarstjórnar fyrir 10 árum að leita leiða til þess að snúa gjaldþroti bæjarins við og eitt aðalmálið þar var að selja frá okkur eignir sem við töpuðum á og ekki voru lögbundin. Það væri áhugavert hjá honum að skoða gögnin áður en hann kemur hérna upp og dylgja eitthvað okkur um selt húsið eins og það sé eitthvað leyndamál og verði sé eitthvað falið. Það er ekkert slíkt í gangi hjá okkur. Að það væri skemmtilegra að menn kynntu sér málin áður en menn koma með svona dylgjur á bæjarstjórnarfund. Þetta er óvandað hjá bæjarfulltrúanum að halda fram einhverjum hlutum eins og ég sé ykkur duldir hlutir. En það er samt áhugavert að hann nefni Víkingaheima því að það var dæmigert svona safn sem menn vildu reisa sem ekki var lögbundið og kostaði sennilega bæjarsjóður uppi staðið svona 800–900 milljónir í tap, bara svo það sé sagt hérna. Þannig að ég vil setja það í samhengi við það að menn ætla að fara að láta menn fara að reka hljómahöllina, einkaaðilar. Takk fyrir þetta, orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerðum umhverfis- og skipulagsráðs frá 18. nóvember og 2. desember. Þeir sem samþykkt geta fundargerðirnar eru beðnir að gefa merki. Og þær eru samþykktar 11:0. Þá tökum við næst fyrir 3. mál á þessari dagskrá sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 15. nóvember síðastliðnum. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að renna þessi við fundargerð lýðheilsuráðs frá 15. nóvember síðastliðnum.
En í máli 1 sem aðgerðaráætlun fyrir árið 2023 þá lagði Lýðheilsuráð loka hönd á vinnu við aðgerðaráætlunina og eins og áður hefur komið fram þá áherslan fyrir næsta ár geðrækt með áherslu á unglinga og ungmenni. Mál 2 heilsueflandi viðburðir fyrir árið 2022. Ásdís Ragnar lýðheilsufulltrúi fór yfir viðburði núna í nóvember og desember en 23. nóvember þá var námskeið næringaríkt nammi með áherslu á hollari hráefni á bókasafni Reykjanesbæjar sem var alveg gríðarlega vel sótt. 3. desember var svo viðburður desembermánaðar aðventugangan þegar aðventugarðurinn opnaði formlega með áherslu á hreyfingu og samveru. Í máli 3 sem ungmennaráð og geðrækt þá komu Ólafur Bergur umsjónarmaður ungmennaráðs og Rakel Rán lýðheilsufulltrúi ungmennaráðs og þar sem þau kynntu sínar helstu lykiláherslur. Það var ákveðið á þessum fundi að auka samstarf á milli Lýðheilsuráðs og ungmennaráðs til að stuðla að bættu geðheilbrigði unglinga og ungmenna sem ég styð heils hugar, því meira samstarf og því meiri samskipti því betra. Og mál 4 snýr að sálfræðaþjónustu í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Einar Trausti yfirsálfræðingur hjá Reykjanesbæ kom inn á fundinn og fór yfir þjónustusamning sem sveitarfélagi var með við skólann. Ef mig minnir rétt þá var sálfræðingur með viðveru 1 dag í viku frá Reykjanesbæ. Þar sem erfiðlega hefur gengið að ráða sálfræðinga inn á fræðslusvið hjá sveitarfélaginu, þá segir þessi svolítið sjálft að erfitt að lána sálfræðinga til annarra stofnana, þrátt fyrir að þörfin sé mikil. Fjölbrautaskólinn auglýsti eftir sálfræðingi í haust, en því miður koma engar umsóknir í það starf. Það önnur auglýsing frá þeim núna, þar sem verið að auglýsa eftir félagságjafa, og ég bind miklar vonir við að það muni komin umsóknir svo hægt verða að ráða í stöðuna. Fjölbrautaskóli Suðurnesja framhaldsskóli allra sveitarfélaga á Suðurnesjum og ég spyr, hvar stuðningur frá hinum sveitarfélögum inn í sálfræðaþjónustu, ráðgjafaþjónustu við skólann? Ef það gengur ekki að manna í þessa stöðu hjá fjölbrautaskólunum, þá legg ég það til að sveitarfélögin hér á Suðurnesjum taki sig saman og eigi alvarlegt samtal það hvernig hægt sé að leysa þetta mál tímabundi í sameiningu. Það gæti verið með því að leigja félagságjafa eða sálfræðinga eða aðra fagaðila sem eru í störfum hjá sveitarfélaginu þar sem að hægt væri að skipta á milli sín einhverju starfshlutfalli þar til skólanum hefur tekist að manna þessa stöðu. Við verðum að vera lausnamiðuð og huga að andlegri heilsu ungmennanna okkar. Takk fyrir. Það fleiri sem óska eftir að taka til máls undir fundargerð Lýðheilsuráðs. Var þetta hund á lofti? Já, Helga Jóhanna, gera svo vel. Já, stekkum. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna undir liðnum fundargerð Lýðheilsuráðs og það sem að við í Sjálfstæðisflokknum fögnum því að aðgerðaráætlun 2023 hafi verið lögð fram á fundi ráðsins og að áherslurnar verði á geðheilsu með sérstaklega áherslu á börn og ungmenni. Við bæjarfulltrúi Díana deilum þessum áhuga á málaflokknum. Leið og við fögnum þessu þá óskum við eftir að fá kynningu á þessari aðgerðaráætlun þar sem að hún var því miður ekki aðgengileg í gögnum fundarins og við höfum einnig fengið fréttir af því að Fjölbrautaskóli Suðurnesja hafi brugðist við bókun ráðsins sálfræðaþjónustu við nemendur og leiti nú leiða til að veita þá þjónustu að nýju eins og bæjarfulltrúi Díana kom sannarlega inn á og ég fagna tillögu Díönu að samtal sveitarfélaganna á Suðurnesjum eigi sér stað og að við tökum höndum saman og sjáum hvað við getum gert með samtakavættinum, nái Fjölbrautaskólinn einn og sér ekki að leysa þennan vanda. Takk. Orðið laust fundargerð Lýðheilsuráðs. Það ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þeir sem samþykkt geta fundargerð Lýðheilsuráðs frá 15. nóvember síðastliðnum eru beðnir að gefa merki og hún samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir fundargerð Velferðarráðs frá 16. nóvember síðastliðnum. Orðið laust. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér undir fundargerð Velferðarráðs
lið 1. Þar ætla ég að lesa hér upp bókun frá okkur í Sjálfstæðisflokknum. Sjálfstæðisflokkurinn lýsir yfir áhyggjum á að ekki verði staðið við hámarkið 350 á fjölda notenda eins og kemur fram í bókun velferðarráðs samræmda móttöku flóttafólks. Reynslan hefur sýnt okkur að ríkið tekur húsnæði á leigu í sveitarfélaginu, skráir fólk til heimilis sem þýðir að sveitarfélaginu ber skylda til að veita þjónustu. Ríkið semur svo greiðslur eftir á og við því stöðugt að elta skottið á okkur. Engin samningur, engar greiðslur, en fólkinu hefur verið komið fyrir. Það er ljóst að við getum ekki haldið svona málum mikið lengur. Mikil fjölgun flóttafólks til landsins á skömmum tíma hefur reynt á innviði sveitafélagsins og sem þegar voru komnir að þolmörkum. Búsetuúrræði eru af skortum skammti og mikið álag á skólaþjónustuna. Vandséð hvernig Reykjanesbær á að geta tekið á móti fleira flóttafólki eins og staðan í dag. Mikilvægt að á hverjum tíma liggi fyrir réttar upplýsingar fjölda þeirra sem búa í sveitafélaginu og bíða úrlausnar sinna mála. Jafnframt mikilvægt að hafa skýra sýn á hversu margir hafa fengið vernd og eru í þjónustu Reykjanesbæjar. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir sundurliðun upplýsinga hvað þetta varðar miðað við 1. desember 2022, yfirlit yfir þá samninga sem gerðir hafa verið í ríkið hingað til og ofangreindar fjöldatölur á sama tíma á næsta fundi bæjarstjórnar. Og mun beiðni þess efnis verða send á sviðsstjóra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Já, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég nú kannski bara framhaldið þessu hjá bæjarfulltrúa Alexander að biðja hann að senda bara beiðnina á mig og ég kemur áfram til vinnslu í kerfinu, sjálfsagt. Mér langar hér undir fundargerð velferðarráðs í 4. máli barnvænt sveitarfélag fræðsluefni UNICEF að hvetja bæjarfulltrúa og alla kjörna og ykkar bakland kjörinna fulltrúa, nefndar fólk og aðra til þess að fara í gegnum þetta fræðsluefni. Við getum sendt ykkur hlekk á það, en ef við ætlum að komast í gegnum vottun að verða barnvænt sveitarfélag, þá þarf 60% kjörinna fulltrúa að fara í gegnum efnið. Og það gerist þannig að þið skoðið myndbönd og svo svarið spurningum og þegar þetta svona skýrir sig sjálft þegar þið fáið hlekkinn og þegar þið hafið svarað öllum spurningum rétt og hafið lokið yfirferð efnisins, þá fáið þið staðfestingu á því í formi svona viðurkenningaskjals sem á síðan að senda á Aðalheiði Júlíu Rós sem er verkefnastjóri hjá okkur. Og eins og staðan núna þá eru 17% kjörinna fulltrúa búnir að fara í gegnum efnið, en við þurfum að vera lágmark 60 til þess að standast þær kröfur sem að UNICEF gerir. Takk. Kæra takki fyrir þessa brýningu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og kæru bæjarfulltrúar. Já, mér langar að koma þess upp undir fundargerð funda velferðarráðs frá 16. nóvember síðastliðnum og ég svo sem ræddi þetta áðarreyndar undir fundargerð bæjarráðs varðandi samræmdu móttöku flóttafólks og þetta er samningur sem við munum horfa í aftur væntanlega í næsta bæjarráði eða þar næsta varðandi viðauka við samninginn.
Það er alveg ljóst að við erum að stækka hámarkstöluna til þess að fá auki fjármagn með þessari þjónustu sem við erum vissulega að sinna og ég ásamt forseta fóru nú í sjónvarpsviðtal fyrir kannski mánuði síðan, meira, tíminn svo fljótur að líða, þar sem að við lögðum áherslu á að Vinnumálastofnun væri að taka til leigu húsnæði í sveitarfélaginu okkar eins og við segjum bakdyramegin. Við erum búin að segja ákveðna tölu og það er svo mikil þörf og fyrir húsnæði og fyrir að taka á móti þessu fólki að það er komið og tekið á leigu húsnæði hjá okkur sem ríki sinnir. Það er að segja að þessir einstaklingar ekki þjónustu hjá okkur. Í umræddu viðtali lögðum við mikla áherslu að þetta myndi hætta og þetta skilaði sér í að ráðherra svaraði frétt, hvort það var deginum eftir, og tók vel í þessa ábendingu okkar að við gætum ekki tekið endalaust við þótt að önnur sveitarfélög segðu nei. Sá tími væri bara hér með lokið. Þannig að í ljósi þess að við erum að hækka samningin og sinna okkar samfélagslegu skyldi þá ætla ég nú rétt að vona að frekar húsaleigur hjá okkur stoppi þótt að það sé náttúrulega aldrei hægt að sverja eða lofa fyrir það en ég held að afstaða bæjarstjórnar Reykjanesbæjar ásamt íbúum og okkar innviðum sé alveg fyllilega skýr inn í ráðuneyti. Þannig að ég vona að það verði virt og að fleiri sveitarfélög taki þátt. Fólki heldur áfram að koma og einhvers staðar verður fólkið að fara. Þannig að þetta er samfélagslega verkefni Íslands, ekki bara nokkru sveitarfélaga. Þannig að það sé sagt, þessi samningur felur í sér ágætis hluti fyrir okkur, þar að segja fjármagn og stöðugildi, en það verður við að sinna þessu fólki sem til okkar kemur vel, en það er alveg fyllilega ljóst að við getum ekki tekið endalaust við og við erum komin að þolmörkum bæði í móttöku flóttafólks og líka í rauninni bara í stækkun okkar sveitarfélagi. Við erum bara sætast stelpan á ballinu virðist vera, við bara stækkum, en innviðirnir verða líka að fylgja með og þeir hafa ekki gert það. Þannig að við þurfum að horfa sérstaklega í það. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þeir sem samþykkt geta fundargerð velferðarráðs frá 16. nóvember eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 5. máladagskrá sem er fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. nóvember síðastliðnum. Alexander Ragnarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að byrja á því að óska Halldóri hafnarstjóra til hamingju með daginn. Til hamingju, Halldór. Ja, hann er ekki svo gamall. Heyrðu, mér langaði að koma aðeins undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar og ætlaði að koma hér fyrst undir 5. lið C, þar sem er samráðsnefnd og vettvangsferð. Stjórn Reykjaneshafna og umhverfis- og skipulagsráð ásamt starfsmönnum fóru í vettvangsferð hafnasvæði Reykjaneshafna þann 15. nóvember síðastliðinn og eftir þá ferð og smá fund á eftir var lagt fram að stofnað yrði samráðshópur með 2 fulltrúum frá hvorum aðila til þess að vinna að skipulagi og þróun hafnasvæða Reykjaneshafnar í samræmi við þá stefnumótun sem fram kemur í skýrslunni Reykjaneshöfn 2030 framsýn og hefur sá hópur þegar hafið störf. Svo langar mig að koma hér undir lið 7 sem er hafnasambandsþing sem haldið var í Ólafsvík dagana 27. til 28. október þar sem við vorum að stjórn Reykjaneshafna svona að mestu leyti. Þar voru nokkrar ályktanir og mér langar sérstaklega að nefna 2 af þeim ályktunum sem þar voru samþykktar.
Það er stuðningur við orkuskipti í höfnum og flokkun úrgangs í skipum. Það sem þessar tvær ályktanir, þær tengjast sérstaklega verkefnum sem sveitarfélögin standa frammi fyrir í dag. Það er orkuskipti og flokkun sorps. Og því vil ég bara skora á bæjarfulltrúa að kynna sér þessar ályktanir þar sem það er mikilvægt að þetta sé unnið samhliða og í takt við aðrar lausnir sem gerðar eru á þessum málum í sveitarfélaginu. Og svo er það í 8. lið, það er skemmtiferðaskip og hér var vinnustofa haldin 16. nóvember hérna í Stapa og var svo vinnustofa virkilega vel heppnuð. Þar komu fram margar áhugaverðar hugmyndir fram sem unnið verður með áfram og ég tel að þetta verkefni gæti skapað mikil tækifæri fyrir þjónustufyrirtæki og ferðamennsku og verslun hérna í bænum. Þannig að ég hvet menn til að gefa þessu verkefni athygli. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þessa yfirferð. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Undir fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 17. nóvember. Svo er ekki. Þá byrjum við fundargerðin upp til samþykta. Þeir sem samþykkt geta fundargerðina verður beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við næst fyrir 6. máladagskrá sem er fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 25. nóvember síðastliðnum. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég kem hér upp undir fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 25. nóvember síðastliðnum. En þar í fyrsta máli þá var það hafnarstjóri og afmælisbarn dagsins sem að mætti á fundi til okkur og fór yfir framtíðarstöðu hafnarstarfsemi Reykjanesbæjar og þakkar menningar og atvinnuráðunum kærlega fyrir mjög góða kynningu. Og nokkuð ljóst ef að skemmtiferðaskipið fara að koma hér á fullu að við þurfum að hafa eitthvað fyrir það að gera. Og því gaman að tengja þetta við einmitt menningarráðið. Við þurfum að hafa eitthvað gott partí þegar fólk kemur í land. Nú, atvinnumálin, þá eru náttúrulega þó nokkrar þreifingar í gangi sem eru alla bundna trúnaði og fer ég ekki nánar yfir þær hér. En ljóst er að þessar nýju fréttir, hvað var það Helguvík, ætti að fá fyrirtæki í grænni starfsemi sem og önnur til að líta þangað hýru auga. Nú, atvinnuleysistölurnar, það er hækkað lítillega og standa nú í tæpum 5%. Svo er það þriðja málin, það er varðveisluhúsnæði. Safnstjóri Byggðasafnsins mætti á fundin og fór þar yfir þarfagreiningu á varðveisluhúsnæði Reykjanesbæjar. En ljóst er að núverandi húsnæði, það hentar ekki lengur og þarf því að fara að huga alvarlega að nýju varðveisluhúsnæði Byggðasafns Reykjanesbæjar. Nú, 7. mál þá er að jóladagskrá, en glæsileg jóladagskrá Reykjanesbæjar var kynnt og hvet ég alla til að kíkja á hana, en hún er inn á reykjanesbær.is. Og svo er það markaðsstefna Reykjanesbæjar en því erindi var frestað þar sem að vinna að markaðsstefnunni er á lokametrum. Hún verður tekin fyrir þá á næsta fundi ráðsins. Svo er það 9. mál, það er listasafn Reykjanesbæjar en Kristinn Már Pálmason, myndlistarmaður, hefur afhent listasafni Reykjanesbæjar veglega gjöf sem telur 20 myndverk. Gjöfin samansendur af verkum frá fyrstu sýningu listamannsins allt til dagsins í dag. Og með gjöfinni varveitir listasafn Reykjanesbæjar myndverk sem ná yfir allan feril listamannsins en Kristinn er einmitt fæddur og uppalinn í Keflavík. Þá afhenti Guðný Margrét Skarphéðinsdóttir, tengdadóttir Eggerts Guðmundssonar listmálara listasafni Reykjanesbæjar 21 myndverk eftir Eggert Guðmundsson sem var fæddur í Stapakoti í Innri Njarðvík 30. desember 1906 og lést hann 1983. Menningar og atvinnuráð færir Kristni og Guðnýju kærar þakkir fyrir veglega gjafir sem fjalla vel að fyrstu grein söfnunarstefnu listasafnsins sem kveður á að stefnt skuli að því að listaverkaeign safnsins gefi góða mynd af verkum eftir listamenn Suðurnesja frá öllum tímum. Þá vil ég líka vekja athygli á því að fyrsta vinnustofa Krakkaklúbbs listasafns Reykjanesbæjar verður haldin næstkomandi sunnudag 11. desember klukkan 14 í Duðshúsum. Allir velkomnir og aðgangur er ókeypis. Einnig voru 2 nýjar sýningar opnaðar í listasafni Reykjanesbæjar þann 27. nóvember síðastliðinn.
Annars vegar var það sýningin Línur, flækjur og alls konar sem einkasýning Guðrúnar Gunnarsdóttur og hins vegar sýning Vena Naskreka og Michael Richard sem kallast You Are Here, Gestes Toutage, Du er her, þú ert hér. Ég vona að ég bóri þetta þokkalega fram. En þau eru gjörninga listamenn og mun sýningin vera vitnisburður hvar þau eru stödd á þessum ákveðna tímapunkti og skrásetning á því sem þeim nú hugleikið. Þá var það 10. mál en það var pólska menningarhátíðin. Pólsk menningarhátíð Reykjanesbæjar var haldin með góðum árangri í 5. sinn dagana 10. til 13. nóvember síðastliðinn. Helsta markmið hátíðarinnar að hvetja íbúa af pólskum uppruna til aukinnar virkni og þátttöku í samfélaginu en einn af hverjum 6 íbúum Reykjanesbæjar hefur pólskt ríkisfang. Annað markmið með pólsku menningarhátíðinni að lyfta upp menningu þessa stóra hóps og sýna hversu fjölbreyttur hann í raun En þetta var í síðasta sinn sem sveitarfélagið stendur fyrir hátíðinni með þessum hætti og afhendir nú keflið til íbúa. Reykjanesbær vonast eftir áframhaldandi ríkri þátttöku íbúa í hátíðarhaldi sveitarfélagsins og aldrei uppruna, kyni eða öðru. Menningar og atvinnuráð þakkar þeim góða og stóra hópi sem koma að skipulagi, undirbúningi og framkvæmd hátíðarinnar. Svo lokum vill hérna undir 11. lið þá vill menningar og atvinnuráð óska leikfélagi Keflavíkur innlega til hamingju með metnaðarfulla starfsemi og glæsilega uppfærslu á Ronju Ræningjadóttur. Ég þakka gott hljóð. Kæra þakki fyrir þetta og ég held að sé kannski líka bara vel við hæfi að nefna það að súlan var veitt hér, menningaverðlaun voru veittar Aðalsteini Ingólfssyni í 27. sinn núna þegar súlan var afhent, og Aðalsteinn listfræðingur og hlýtur súluna fyrir framlag hans til uppbyggingar og eflingar Listasafns Reykjanesbæjar og óskum honum auðvitað sjálfsögðu til hamingju með það. Eins má nefna það hér, þó það hafi ekki verið á dagskrá fundarins, að við vorum hér við mjög skemmtilega athöfn þegar Vatnsnesið, hús sem okkur kært, var lýst hér upp og það eru hjónin Steinþór Jónsson og Hildur Sigurðardóttir sem tók að sér að vinna með okkur að því verkefni og það allavega að utan hefur það heppnast einstaklega vel og við hlökkum til að sjá líka vinnu og að vera í samstarfi við vinnu innanhús og eins líka að óska Hljómahöll til hamingju með gluggann sem eru verðlaun sem þau hlutu hér fyrir eflingu íslenska tónlistar og eflingu íslensku tónlistarstarfi hér í Hljómahöll. Þannig að við getum fagna mörgum hlutum sem tengist menningu og menningarstarfsemi í okkar frábæra sveitarfélagi. En orðið laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Helga Jóhanna, gjörðu svo vel. Forseti, kæru bæjarfulltrúar og góðu gestir. Sjálfstæðisflokkurinn þakka fyrir greinargóða lýsingu á þeim menningarverkefnum sem til umfjöllunar voru á fundunum enda ítarlega farið yfir glæsileika hvers og eins. En leið lýsum við enn og aftur yfir vonbrigðum okkar yfir því hvernig staðið að umfjöllun atvinnumál innan nefndarinnar. Bókunin var eitthvað á þá leið, Sigurgestur Guðlaugsson, verkefnastjóri atvinnu- og þróunarmála, fór yfir stöðu atvinnumála. Punktur. Við fögnum á þessum tímapunkti þeirri breytingu sem framundan að atvinnumálin verði færð frá menningarsviði og bindum miklar vonir við að málaflokknum verði gert hærra undir höfði á nýjum stað, þó eina stöðugildi sem tileinkað hefur verið málaflokknum hafi verið lagt niður í vinnunni við fjárhagsáætlun. Við teljum þó að í því feljist yfirlýsing yfirstjórnenda sveitarfélagsins að þeir ætla að taka málaflokkin atvinnumál nær sér og það vel. Takk. Takk fyrir þetta. Það eru fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Ég ber því fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 25. nóvember hér upp til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta eru beðnir að gefa merki og hún samþykkt 11.0. Þá tökum við næst fyrir 7. mál sem fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 29. nóvember síðastliðnum. Orðið laust. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls undir fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs.
þeir sem samþykkt geta fundagerðina eru beðnir að gefa merki og hún er samþykkt 11:0. Þá tökum við fyrir 8. og síðasta mál á dagskrá þessa fundar sem er síðari umræða fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar frá 2023 til 2026. Orðið er laust. Bæjarstjóri gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram til annarar og síðari umræðu og vonandi afgreiðslu eftir umræður. Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar fyrir árin 2020, fjárheimildir 2023 og 3 ára fjárhagsáætlun 24, 25 og 26. Og mér langar að, ég ætla ekki að fara yfir þetta, ég er ekki með langa ræðu eins og síðast og ætla bara svona stikla á því sem að kannski hefur gerst eða breyst á milli umræðna og vil þá fyrst tala þær forsendur sem hafa breyst hjá okkur í meðförum bæjarráðs sem hefur verið með áætlunina og þessa vinnu á milli bæjarstjórnarfunda. En samkvæmt uppfærðri þjóðhagsspá þá er meiri breyting á áætluðu á vísitölu neysluverðs á næsta ári. Við höfum gert ráð fyrir 4,9% í þeirri áætlun sem lögð var fram hér 15. nóvember síðastliðinn, en nú er gert ráð fyrir 5,6% hækkun á vísitölu neysluverðs og höfum við uppfært áætlunina miðað við það. Nú í útkomuspá sem að unnin var í tengslu við 9 mánaða uppgjör sem lagt var fram í bæjarráði fyrir nokkrum vikum eða dögum, og þá hún var betri heldur en að upphaflega útkomuspáin var, sem að byggði áður á 6 mánaða uppgjöri, en í þeirri fyrri vorum við að gera ráð fyrir að niðurstaða ársins 2022 yrði 183 milljónir í jákvæðri útkomu í A-hluta bæjarsjóðs, en með uppfæra útkomu og spá þá erum við að gera ráð fyrir 1223 milljónum eða 1,2 milljörðum í rekstrar afgang í A-hluta bæjarsjóðs á þessu ári. Inn í því er reiknuð stærð upp á 540 milljónir vegna lækkunar hlutafjár í HS Veitum. Bara svo að það sé komið skýrt fram. Og þetta hefur áhrif á áætlaða lántöku A-hluta, en við í fyrri útgáfu af fjárhagsáætlun þá vorum við ekki gera ráð fyrir lántöku á næsta ári 2023 og það stendur óbreytt. En á árinu 2024 vorum við í fyrri útgáfu áætlunar að gera ráð fyrir lántöku árið 2024 upp á 1,4 milljarða vegna framkvæmda sem við erum í og erum að stefna á. En núna með við þessa nýju og betri útkomuspá þá hefur lántöku áætlun okkar breyst úr 1,4 milljarði sem ég nefndi áðan í 200 milljónir árið 2024. Þannig að þetta er 1200 milljónum minni lántaka áætluð árið 2024 og árið 2025 þá breytist áætluð lántaka úr 550 milljónum í 610 milljónir. Í gögnum ykkar, ágætu bæjarfulltrúar, eru þið með nokkur skjöl. Mig langar fyrst til þess að fara hérna yfir nokkra punkta í því sem er neðst undir málunni í fundarboðinu og heitir minnisblað, breytingar á fjárhagsramma. Og þarna er búið að taka saman, þetta var lagt fyrir bæjarráð síðastliðinn 50 dag, þetta er búið að taka saman þær breytingar sem að gerðar hafa verið á fjárhagsáætluninni frá því að hún var lögð fram fyrst þann 1. september í bæjarráði. Þá voru og ákvörðunum upphafsramma tekin í bæjarráði og svo er sagan rakin þarna alveg hvernig þetta hefur verið að breytast. Og mér langar bara svona með leyfi forseta að stikla aðeins á nokkrum atriðum hérna í síðasta hlutanum. Ég ætla ekki að fara yfir það allt, en þarna er til dæmis búið að setja inn hvatagreiðslu fyrir 4 til 5 ára börn á árinu 2023
en það eykur rekstrarútgjöld 7 milljónir króna. Nú gert ráð fyrir kaupum á sláttuvél og kerru fyrir íþróttafélögin til sameiginlegra nota og rekstrar að fjárhæð 10 milljónir króna. Það gert ráð fyrir að kaupa og búið að bæta við áætlunum að kaupa fjölnota fimleikadýnu fyrir fimleikafélagið að fjárhæð 5 milljónir króna. Á fræðslusviði sem að brátt fær nafni Menntasvið þá gert ráð fyrir auknum rekstrarútgjöldum 2 milljónir króna vegna samnings við samtökin 78 fræðslu í skólum og stofnunum. Og þá aukið rekstrarkostnaður við innleiðingu og fræðslu barnvæns sveitarfélags að upphæð 3 milljónir króna og lokum eru útsvarstekjur hækkaðar 40 milljónir. Þannig að það gert ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu upp á 233.030.400 krónur. Nú, mér langar líka, með leyfi forseta, að renna aðeins yfir fjárfestingaráætlun sem efsta skjalið undir þessu máli í fundarbúðin ykkar. Þarna búið að sundurgreina fjárfestingaráætlun fyrir næsta ár og svo næstu 3 ár þar á eftir. Og ég ætla aðeins að renna yfir þetta. Við erum að gera ráð fyrir á næsta ári, ef ég tek bara 2023, að setja 20 milljónir í vegagerð að nýju jarðvegslosunarsvæði sem verður sunnan, eða við getum sagt Grindavíkurmegin Reykjanesbrautar. Nú rafhleðsluvæðing Reykjanesbæjar 20 milljónir. Heilsustígar á Klára, það verkefni sem í gangi á Ásbrú 20 milljónir. Ýmis aðgengismál 5 milljónir. Þá hér Suðurnesjastígur 40 milljónir. Hlutur Reykjanesbæjar og fráveitur Reykjanesbæjar 50 milljónir í því að þeim framkvæmdum sem framundan eru meðal annars í Njarðvíkurhöfn. Endurbætur á Holtaskóla og skólum eru 300 milljónir. Nýr vakturn við Vatnavörul 20 milljónir. Við ætlum að hefja endurnýjun skólalóða á næsta ári og áætlum 60 milljónir í upphaf þess verkefnis og lyfta í 88 húsi 15 milljónir. Samtals eru þetta 550 milljónir í þessar fjárfestingar á næsta ári. Nú við gerum ráð fyrir að fá inn og út 500 milljón krónur í gatnagerðargjöld og sem fara þá í gatnagerð, þannig að það nettast út. Þá erum við að gera ráð fyrir að í annan áfanga Stapaskóla sem íþróttahúsið og sundlaugin fari 1550 milljónir. Við erum að gera ráð fyrir leikskóla í Dalskurði 3, áætlun þar upp á háa fjárhæð. Ég ætla ekki að nefna þær hér af því að við erum að bjóða þetta út og það er kannski rétt að halda áætlun okkar leyndri. Endurbætur á Myllubakkaskóla áætlað að kosta 1 milljarð króna á næsta ári. Endurbætur og stækkun. Samtals eru þetta 3,3 milljarðar og síðan það þá hjúkrunarheimili 100 milljónir á næsta ári og uppfærsla ráðhússins 150 milljónir. Samtals gera þetta fjárfestingar upp á 4,1 milljarð á næsta ári og ég ætla ekki að fara í alla sundurliðunina fyrir næstu 3 ára eftir, en við erum samkvæmt þessu plani að gera ráð fyrir fjárfestingum upp á 3,2 milljarða árið 2024, 2,1 milljarð árið 2025 og 1,5 milljarð 2026, en auðvitað eiga eftir að koma svo inn á þennan síðari hluta áætlunarinnar nýjar fjárfestingar sem við bara sjáum ekki fyrir akkurat núna. Nú, að lokum, virðulegur forseti, ætla ég að hlaupa hér aðeins þá yfir fjárhagsáætlunina sjálfa eins og liggur hér fyrir fundunum og fyrst vil ég ætla ekki að fara yfir forsenduskjalið, það óbreytt að öðru leyti en því sem ég nefndi hér áðan. Ég ætla þá bara að vinda mig strax hérna á blaðsíðu 5 í samanteknu áætlunina A og B hluta. Þá erum við að gera ráð fyrir
skólaðist þetta aðeins til hjá mér. Þá erum við að gera ráð fyrir á næsta ári í samstæðunni þá verði tekjur, heildartekjur samstæðunar 32,5 milljarðar króna, heildarútgjöld 25,7 milljarðar og rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir 6,7 milljarðar eða 6,8 milljarðar tæpir. Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda verði 4,6 milljarðar og að teknu tilliti til fjármagnstekna og án framlaga og skatta að þá erum við að tala rekstrarniðurstöðu upp á 925.473 eða 925.473.000 krónur í samstæðu Reykjanesbæjar á næsta ári og 1.432 milljónir 2024, 1.903 milljónir 2025 og 2,2 milljarðar rúmlega árið 2026. Ef við skoðum bæjarsjóðinn bara einan og sér sem á blaðsíðu 9, þá eru áætlaðar tekjur á næsta ári í bæjarsjóði 21,1 milljarður króna, rekstrargjöld 18,8 milljarðar króna, þannig að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir 2,2 eða 2,3 milljarðar króna og að teknu tilliti til afskrifta þetta 1.493 milljónir og síðan að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármagnsgjalda að þá gert ráð fyrir heildarniðurstöðu A-hluta bæjarsjóðs árið 2023 upp á 233.030.000 og sú tala hækkar síðan í áætlun 24 verði afgangur 534 milljónir, 900 milljónir árið 2025 og 1114 milljónir árið 2026. Nú virðulegur forseti, ég ætla ekki að tíunda, þið eru náttúrulega með þetta alls saman, ég ætla ekki að tíunda hér fleiri tölur. Þetta er svona kannski það sem við hefðum helst viljað að færi hér út í algleymið. En ég vil nota þetta tækifæri og þakka fjármálastjóra og sviðsstjórum og öllum stjórnendum og starfsmönnum Reykjanesbæjar sem hafa lagt sig fram að setja hér saman raunhæfa fjárhagsáætlun sem skilar okkur þó réttu megin við núllið. Og vonandi stenst hún, en eins og þið vitið þá mikil óvissa í samfélaginu, bæði hvað varðar kjarasamninga og ýmislegt fleira. En við erum allavega með áætlun sem sýnir metnaðarfulla afstöðu stjórnenda Reykjanesbæjar til þess að vilja gera vel og það búið að taka á ýmsum málum hér í þessari vinnu og vonandi tekst okkur að láta þessa áætlun raungerast. Ég loki máli mínu, Rósti. Orðið er laust. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Það lítur út fyrir að vera svolítið langt hjá mér. Ég ætla aðeins að reyna að stytta það sem ég ætla að segja. Ég vildi bara segja að það er mun gleðilegra en ég bjóst við að samþykkja fjárheimildir fyrir Reykjanesbæ fyrir næsta ár. Þetta leit ekki vel út í upphafi haust vegna verðbólgu en það er virkilega ánægjulegt að sjá að í samanburði við önnur sveitarfélög lítur næsta ár bara frekar vel út fyrir Reykjanesbæ. Það er kannski ekki hægt að framkvæma allt sem við hefðum viljað en á sama tíma er A-hluti bæjarsjóðs ekki að fara í nýja lántöku á þessu ári sem er gott. Varðandi fjárfestingarnar sem bæjarstjóri er nú þegar búin að fara yfir, þá er það virkilega sorglegt að af rúmum 4 milljörðum sem við erum að eyða í fjárfestingar neyðustu til að setja 1,3 milljarð í endurbætur á grunnskólum bæjarins vegna myglu, sem hefði verið hægt að eyða í fleiri nýframkvæmdir og endurbætur í leik- og grunnskólum, en svona er staðan og ég er að sjálfsögðu ána með það að við erum að taka þessi myglumál alvarlega. Bæjarstjóri kom aðeins inn á, minnum ég, fjárfestingunum varðandi endurbætur á skólalóðum grunnskólana. Við erum að setja 60 milljónir í það á þessu ári og svo vonandi eitthvað svipað á næstu árum sem er mjög gleðilegt.
og þessa mundir líka verið að kortleggja hvort hægt sé að fara í endurbætur á nokkrum húsum í eigu sveitarfélagsins sem hægt var að bjóða nýjum dagforeldrum afnot af með litlum tilkostnaði. Ég ætla að draga fram nokkur mál sem ég vil vekja athygli á sem verður að sjálfsögðu ekki tæmandi listi. Eins og fram mun koma í bókun meirihlutans á eftir höfum við í vinnslu þessara fjárhagsáætlunar forgangsraðað samkvæmt stefnu Reykjanesbæjar í þjónustu við börn og barnafjölskyldur. Við höfum reynt að tempra áhrif gjaldhækkana í takt við hækkandi verðbólgu, til dæmis með hógværum gjaldskrárhækkunum í skólunum vegna skólamáltíða, frístundakostnaðar og leikskólagjalda. Við höldum líka áfram með verkefni sem þjóna barnafjölskyldum og höfum sett enn meira fjármagn en áður í frístundaakstur barna til og frá frístundaheimilum. Umhverfismálin fá enn stærri sess inn á stjórnsýslunar þar sem ráðning sjálfbærnifulltrúa var framlengt og vinnur viðkomandi núna á umhverfis- og skipulagssviði við alls konar spennandi verkefni, meðal annars að framfylgja loftslagsstefnu Reykjanesbæjar næstu árin. Ég skauta aðeins yfir þetta, svo þetta verður ekki langdreið. Í menningarmálum var áframhaldandi fjármagn tryggt til þess að halda mætti aðventugarðinum og aðventusvellin áfram sem afar ánægilegt og glæðir bæinn miklu lífi þessa dagana. Í íþróttamálunum svolítið verið að bíða og sjá hvað kemur út úr vinnu nefndanna tveggja sem að tekið til starfa á árinu en vonist standa til að geta framkvæmt auðvitað eitthvað af tillögunum sem koma fram frá þeim. Og svo höfðum við lagt til í frístundamálum að vinna hafist við mitt ár svo hægt sé að vinna frístundastefnu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra því ég veit að þið 17 sem fylgist með streyminu frá þessum fundi eflaust orðin þreytt. En nú fjárhagsáætlunin að ljúka sem tekur svolítið yfir öll okkar störf á haustmánuðum og það verður gott að fá rými á næstu mánuðum til að hugsa aðeins út í það verkefni sem við viljum fara í sem þarf ekki að kosta mikil fjárútlát. Eins og til dæmis stefnumótun sem ég nefndi áðan varðandi mannréttinda og frístundamálin og líka lýðræðisstefnu sem mörg sveitarfélög hafa innleitt undanfarin ár. Takk. Takk fyrir þetta, orðið laust. Orðið laust fjárhagsáætlun, fjárheimild fyrir næsta ár og fjárhagsáætlun til 2026. Helga Jóhanna Oddsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og góðu gestir. Mér langar til að taka það fram í upphafi að þessari bókun verður að öllum líkindum svarað af meirihlutanum á þann hátt að við í minnihlutanum séum illa upplýst, að misskilja hlutina, séum ekki með réttar upplýsingar. Eins gætum við fengið að heyra að forverar okkar í Sjálfstæðisflokknum hafi nú sett sveitarfélagið á hausinn fyrir meir en 10 árum síðan í kjölfar heimskreppu og bankahruns og að það hafi enn afgerandi áhrif á rekstur sveitarfélagsins og útskýri að ekki takist að ná böndum á stjórnun sveitarfélagsins enn þann dag í dag. Meðfylgjandi tölulegar staðreyndir tala hins vegar sínu máli. Frá því að núverandi meirihluti tók við árið 2014 hafa tekjur sveitarfélagsins aukist 88%. Á sama tíma hefur launakostnaður bæjarsjóðs aukist 117%, launakostnaður A og B-hluta 143% samanlagt og stöðugildi sveitarfélagsins 43%. Til samanburðar hefur íbúafjöldi aukist 37% á sama tíma. Skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs hafa þvert á fullyrðingar meirihlutans undanfarin misseri aukist 17%, 11% séu A og B-hluti skoðaðir saman. Þessar tölur ættu með þeim fyrirvara sem ég nefndi áðan að vera hafnar yfir allan vafa. Þær eru teknar upp úr endurskoðuðum og staðfestum ársreikningu sveitarfélagsins og því mæli ég með lestri þeirra vilji menn vefengja þessar tölur.
Varðandi rekstur og rekstraráætlun sveitarfélagsins, þá ljóst að við búum við erfitt efnahagsástand í landinu þar sem verðbólga mikil og verðhækkanir koma illa við heimilin. Þessi staða kallar á enn dýpri rýni á hlutverk og verkefni sveitarfélagsins og við veltum við hverjum einasta steini í verkefnum og forgangsröðun þeirra með tilliti til framtíðar áhrifa. Við erum að fara með fé íbúa, verðum að vanda okkur og hlífa okkur sjálfum hvergi við slíka skoðun. Við fyrstu sýn virðist sem ekki sé verið að taka á launakostnaði í áætlun fyrir 2023 á neinu marki eins og meirihlutin hefur lýst yfir. En þó ljóst að verið að leggja niður 3 stöðugildi lýðheilsufulltrúa, verkefnastjóra barnvæns samfélags, verkefnastjóra atvinnu- og þróunarmála, en á sama tíma bætt við stöðugildi sjálfbærnifulltrúa. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt áherslu á að við rýnum til gagns hvernig og þá hvaða árangri þróun stöðugilda sveitarfélagsins hefur skilað síðastliðin 2 kjörtímabil. Og það von okkar að slík greining standi að baki þessari ákvörðun meirihlutans þó ekki sé auðvelt að koma auga á hana svona í fyrstu. Nú það óumdeilt að fjölgun íbúa á árunum 2014 til 2021 nemi 36,65%, en fjölgun stöðugilda sveitarfélagsins nemur á sama tíma 42,66% og launakostnaður hefur aukist 117%. Það að sjálfsögðu eðlilegt að starfsfólki fjölgi með fjölgun íbúa, en varla getur talist eðlilegt að starfsfólki fjölgi meira en íbúum. Einhvers staðar hlýtur stærðar hagkvæmnin að liggja. Í áætlun gert ráð fyrir að dagpeningar eigi að hverfa úr bókum sveitarfélagsins og þannig sparast 4.320.000 krónur. Ekkert tekið fram hvar kostnaður vegna ferða starfsfólks á að bókast á móti, en ljóst að ef eðlilega málum staðið á ekki vera mikill munur á greiddum dagpeningum og þeim útlega kostnaði sem kemur á móti og starfsfólk á rétt á að fá endurgreiddan. Það sama á við bifreiðastyrki, þar virðist vera hægt að stroka út heilar 10 milljónir króna með því að skerpa á reglum. Hvaða reglur hafa verið í gildi hingað til og á hverju þarf að skerpa sem skilar 10 milljón króna sparnaði á akstri starfsfólks eða sem nemur gróflega áætlað 10.000 krónur á hvert einasta stöðugildi sveitarfélagsins. Og maður veltir fyrir sig hversu margir fá greiddan þennan bifreiðastyrk sem að mun lækka og standa þannig að baki þessum 10 milljón króna sparnaði. Nú, fjárhagsáætlun gerir einnig ráð fyrir innleiðingu hvatagreiðslna til eldri íbúa að fjárhæð 10 milljónir króna. Á móti muni sveitarfélagið hætta að styðja við Janusarverkefnið og þannig spara 8 milljónir króna. Enn og aftur teljum við vera þarna dæmi vanhugsaða ákvörðun meirihlutans, byggða á skilningsleysi framtíðarhugsunar og forvarna. Með faglegri nálgun líkt og þeirri sem býr að baki verkefninu má auka lífsgæði eldri íbúa til muna, til framtíðar, spara gífurlegar fjárhæðir. Þátttakendur sem eru frá 65 ára aldri fá markvissa fræðslu og þjálfun sem eykur strax líkur á farsælum og heilsuhraustari efri árum. Hvert ár sem íbúar okkar geta lifa lengur heilsuhraustir á eigin heimili sparar 13 til 5 milljónir króna á verðlagi dagsins í dag í hjúkrunarheimilis vistgjöld. Framlag Reykjanesbæjar til verkefnisins voru 18 milljónir á ári. Með því að einn íbúi fái stuðning við heilsurækt sem veitir honum aukin lífsgæði og búsetu á eigin heimili 1,5 ári lengur en ella, borgar upp heils árs framlag sveitarfélagsins. 1,5 ára hjúkrunarheimili, einn einstaklingur. Allt framlag sveitarfélagsins. Við teljum að áður en að rokið til og 10 milljónum krónum dreift án skýra markmiða aukin lífsgæði þeirra sem auðrin þiggja, væri nærlagi að leggjast í greiningavinnu sem Sjálfstæðisflokkurinn í þessu sem öðru sé stórlega ábótavant. Hvar liggur fyrir greining á væntum áhrifum hvatagreiðslna fyrir eldri íbúa?
Hver eru mælanleg markmið með þessum greiðslum? Og hvernig ætlum við að mæla hvort þeim sé náð? Hvað fæst með því að niðurgreiða sundkort eða árgjaldið í uppáhaldsklúbbinn? Eykur það þátttöku og lífsgæði eldri íbúa? Er það lykilatriði? Þannig verða að leggja að jöfnu, ítarlega rannsakað, gríðarlega vinsælt og faglegt verkefni sem fylgir eftir og styðst við vísindalega nálgun heilsueflingu eldra fólks og það að geta stundar hreyfingu eða áhugamál á örlítið ódýrari máta. Gróft áætlað er þetta innan við 3.000 krónur á haus. Sæki eldri íbúar Reykjanesbæjar þessar greiðslur. Við teljum að í stað þess að hætta alfarið við verkefni hefði mátt óska eftir endurskoðun verðs við þjónustuaðila og jafnvel aukið eigið framlag þáttakanda í verkefninu og leið að hleypa mun fleirum að. Við erum að byggja þetta verkefni að hluta á færum sérfræðingum héðan úr Reykjanesbæ og við búum yfir afbragðs aðstöðu til að halda þessu áfram. Og það má velta því fyrir sér. Hvers vegna hreykjum við okkur að því að eiga flottustu grunnskóla byggingu landsins sem þó einskis virði án fagfólksins eða starfsins sem þar fer fram á meðan við höfum lítinn metnað fyrir því að eiga hérna heilsuhraustustu eldri íbúa landsins. Varðandi íþrótta- og tómstundamál þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn ákveðið að gera ekki athugasemd við framlög til þess málaflokks á þessum tímapunkti enda vinna nefndar endurskipulagningu samstarfs sveitarfélagsins og íþróttafélaga í fullum gangi. Og nefndin mun ljúka störfum samkvæmt áætlun í mars 2023 og við fögnum því og vonum að það standist. Aðeins varðandi fjárfestingaáætlunina sem lögð var fram fyrir bæjarráð 1. desember síðastliðinn að í henni gert ráð fyrir árunum 2023 til 2024 sé veitt 600 milljónir króna í endurbætur á bæjarskrifstofum, Tjarnargötu 12, en 300 milljónum króna til endurbóta á Holtaskóla og öðrum skólum, eins og liðurinn kallaður. Þetta vekur upp spurningarnar hversu vel þessi áætlun er unnin og hvort hún endurspegli í raun vanda Holtaskóla og annarra skóla sem þegar í dag er farin að láta á sig kræla. Hversu raunhæft er að áætla 300 milljónir króna í endurbætur á Holtaskóla og öðrum skólum á árunum 2023, engu árunum 2024, þegar komið er í ljós nú þegar að við erum að eiga við miklu vandræði í Holtaskóla og það sér ekki fyrir endan á þeim. Við höfum dæmi hvað þetta kostar, enda erum við á kafi í framkvæmdum við Myllubakkaskóla og þar eru aðeins liðurinn færanlega stofur farnar að kosta okkur 244 milljónir króna. Á meðan erum við að áætla heildarkostnað í Holtaskóla og aðra skóla 300 milljónir. Sjálfstæðisflokkurinn ítrekar að kostnaður við endurbætur Myllubakkaskóla vegna myglu er áætlaður 3.950 milljónir. Og þar er lagt af stað í verkefni upp á tæpa 4 milljarða sem við vitum því miður ekki ennþá hvort muni bera árangur. Flottasti skóli landsins, Stapaskóli, sem var byggður án þess að taka lán að sögn meirihlutans, er svo bara alls ekkert fullbúinn. Í áætlun kemur fram að enn skuli leggja í bygginguna 3,7 milljarða á næstu árum sem þýðir að fullbúinn mun nú standa í á milli 7,5 og 8 milljörðum króna. Gangi þetta eftir. Og meirihlutinn hefur svo sannarlega tekið lán fyrir þessari fjárhæð. Lán á kostnað viðhalds annarra bygginga í sveitarfélaginu sem nú falla hver á hendur annari fyrir myglu sem skýrist ekki síst af lélegu viðhaldi undanfarin ár. Á þessum tímapunkti í þessari yfirferð þá frábiðji ég mér akkúrat þetta að mygluvandræðin byrjuðu löngu áður en við tókum við. Meirihlutinn hefur verið hér við völd í 10 ár. Það er ekki víða þekkt að þolinmæði sé til lengri tíma en 10 ára til þess að geta hætt að hvítþvo sig með afsökunum úr fortíðinni. En steinin tekur þó úr þegar gaslýsingin er hámarki og starfsfólki þessara bygginga
er sagt að það sé ekki nógu duglegt að opna glugga. Ég verð að segja það að verandi bæjarfulltrúi, þá er það ekki ánægjulegustu samtöl sem ég hef átt að heyra slíka lýsingar. Við eigum að byggja af skynsemi og tryggja að hönnun húsnæðisins okkar í sveitarfélaginu sé þannig að það sé auðvelt að byggja við þegar sú þörf kemur upp. Það er ekki ábyrg meðferð á skatti að tapa sér í keppninni eða frasakvöstunum flottustu byggingar landsins þar sem fegurðin trompar notagildi til framtíðar og fyrir langt fram úr þeim kostnaði sem við hefðum getað komist af með. Og að lokum að þá höfum við því miður dæmi þess að við séum ekki að hugsa hlutinu til enda þegar við erum að vinna áætlanirnar okkar. Og nærtækt dæmi þess er að á fundi bæjarráðs þann 20. janúar 2022 var lagt fram minnisblað dagsett 18. janúar 2022 þar sem lögð var fram beiðni að keyptar yrðu lausar einingar við leikskólan Holt. Þörfin fyrir þessar einingar hefur væntanlega ekki dúkkað upp á þeim 1,5 mánuði sem liðin var frá samþykkt fjárhagsáætlunar. Hverfið stækkaði ekki óforsvarendis á þessum 1,5 mánuði sem liðin var frá því að fjárhagsáætlun var samþykkt. Viðbótar fjármagn við kaup og rekstur þessara eininga hljóði upp á 124 milljónir. Og var minnisblaðið dagsett, ég endurtek, þann 18. janúar. 18 dögum eftir að nýtt fjárhagsár hófst sem hlýtur að teljast einhvers konar met. Eins og fram hefur komið, þá teljum við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fjárhagsáætlunina vera óraunhæfa og við höfum áhyggjur af því að hún endurspegli illa þær framkvæmdir sem við þurfum að ráðast í, auk þess sem ekki sé búið að kafa nógu vel ofan í kostnað hinna ýmsu verkefna. Og að því leyti, kæru félagar, teljum við okkur ekki geta samþykkt áætlunina eins og hún er lögð hér fram og sitjum hjá. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, orðið er laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, þeir ekki hvað ég lengi að labba að púltinu. Ég lít nú kannski aðeins öðrum augum á þessa fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Ég er stoltur að Reykjanesbær skuli hafa það solid rekstur þó við öll horfum ekki á það sama í þessu. Flest sveitarfélög á Íslandi í dag að 10 stærstu er að skila niðurstöðu í mínus og mörg þeirra líka á næsta ár en það er aðeins öðru hérna hjá okkur. Mér fannst það líka allir svert hjá bæjarfulltrúa Helgu að byrja ræðuna sína á því að segja hvað við ætlum að segja. Það fannst mér dálítið merkilegt. En ég ætla nú ekki að agnóðast út í það sem hér var farið yfir. Ég er ósammála því flestu sem það en þetta eru svona vangaveltur dittin og dattinn. En fullyrðingar fjölgun starfa og tölulausingar frá 2014 finnst mér dálítið langt að fara tilbaka við það er akkurat árið þegar við byrjuðum niðurskurðinn á sveitarfélaginu þegar við tókum við eftir COVID en það er reyndar ekki þessi meirihluti, þetta er 3. meirihluti síðan og það vantar alla inn í þennan meirihluta nema 2 einstaklinga þannig að kannski geta kenna þessi meirihluti það sem gerist 2014. En aðeins varðandi vangveldur Janusarverkefni, þar enn á ný er sveitarfélagið upphafsmaður að góðu verkefni sem hefur gengið vel, það sem samið var við einstakling, einkaaðila, en ástæðis að við erum að hætta með það verkefni að nú er fjölbreytileikinn í afþreyingu fyrir eldra fólk orðið mjög mikill og við viljum gefa fleiri aðilum kost á því að hreyfa sig heldur en bara þeir sem er í Janusarverkefninu.
Við erum með eitt verkefni í gangi núna sem klárast á næsta ári og þess vegna ætlum við að taka upp hvatagreiðslur fyrir aldraða þar sem við greiðum alltaf 50.000 krónur þar sem þessi sömu aðilar og voru í Janusverkefninu geta farið annað og valið sjálf þá hreyfingu með stuðningi sveitarfélagsins sem ekki er hægt í dag. Við ætlum að veita fleiri aðilum aðgang að heilsurækt en hefur nokkuð tíðan áður verið gert í Reykjanesbæ. Janusverkefni er mjög dýrt verkefni sem bæði fékk styrk í upphafi frá sveitarfélögunum, uppbyggingarsjóði og ríkinu. En í dag þá er Reykjanesbær einn að borga hlutinn og að okkar mati að þá er það ósanngjarnt að sumir eldri borgarar að fá styrk og aðrir ekki. Við viljum auka og bæta hag og líðan eldri fólks, þess vegna tökum við upp hvatagreiðslu og erum dálítið forvísmenn í því. Þannig erum við að horfa til framtíðar. Að því að hér voru nefnt heilbrigðismál og hjúkrunarheimili þá er það áhugavert að við höfum rætt og nefnt að við ríkið að koma inn í Janusverkefninu með okkur að því að við teljum fyrst og fremst að við séum að spara ríkinu fjármagn. En þeir hafa ekki lýst því miður áhuga að taka þátt í því verkefni með okkur. Þess vegna veljum við það að gera þetta öðruvísi og fara yfir í hvatagreiðslur. Hvort sem að það er sundlaug eða eitthvað annað, þá er það val hjá fólkinu að velja það sem við gera. Líka aðeins að gjaldaliðirnir hjá Reykjanesbæ hækka lítið á milli ára og næstu árin og sem við erum stolt af. Við horfum yfir mest á gjaldaliðin heldur en tekjuliðina og þess vegna langar við að nefna sambandið þessar vangaveltur skólauppbyggingu að þessar 300 milljónir sem hugsaðar eru í Holtaskóla er eingöngu fé sem sér er lagt til hliðar til þess að mæta miklu vandamála sem þar eiga sér stað og það er von okkar að það dugi til. Núna fyrst fyrir örfáum dögum síðan kom í ljós staðan í Holtaskóla og það verður unnið þar á fullu núna fram til jóla og milli jóla og nýjárs til þess að skólinn verði heilsuhraustur strax í janúar. Stapaskóli, já, mér finnst hann fallegasti skólinn en það er ekki allir sammála því, en hann var líka mjög hagkvæmur í byggingu. Hann var unnin í mikilli sátt bæjarstjórnar allrar. Það er enginn einn sem átti þennan skóla. Við unnum þetta saman, héldum samkeppni og það var mikill stuðningur allra bæjarfulltrúa við það. Við gættum þar til þess ítrasta hagkvæmni og reyna að gera þetta vel og hann er ódýrasti grunnskóli sem byggður hefur verið á suðvesturhorni landsins í mörg ár. Það að tala það að það muni bætast við þar er búið að vera að vita alveg frá upphafi. Því að við byggðum skólan fyrst, síðan kom íþróttahúsið og sundlaugin sem við klárum á næsta ári og síðan er það leikskólinn. Þetta er skóli fyrir 620 manns. Og það kemur ekkert óvart þar með kostnaðar. Þetta hefur allt verið vita alla tíð og hann er á áætlun. Þannig að þetta er skrítið að tala eins og hann sé ekki áætlun. Að tala við sem að hvítþvo eða gaslýsing, ég skil ekki alveg það orð, gaslýsing, ég áttum ekki alveg hvað það þýðir. Og tala svo það að aðalmálið í miklumálum sé að vitna í einhvern sem hefur sagt að þetta opna glugga. Ég get alveg tekið það á mig að hafa nefnt þetta á kennarfundi, en bara svo til að upplýsa bæjarfulltrúa minnihlutans Sjálfstæðisflokksins í þessu tilfelli, þá langar við að segja það að þetta er aðalatriðið sem sérfræðingar í miklum málum sem ég er ekki hafa lagt fram. Og það er talið á köflum sé alltaf 90% af gluggunum í skólum á Íslandi lokaðir, sólarhringinn. Og þeir leggja bara gríðarlega áherslu á það að gluggar séu opnaðir og gera eitthvað mál úr því. Ég get svo sem hringt í mannverkið Eflu og sagt að það sé verið að gera grín að þau sé að segja þetta, en ég held að það sé verið að nefna þetta hérna því að ég sagði það á einu fundinum. Mér finnst það skrítið að taka svona upp. Okkur hefur verið hrósað af mörgum aðilum hversu fljótt við tókum á miklumálunum. Við tókum við þessum byggingum frá einkahlutafélagi, fasteign, og það var fullyrtu okkar að húsin var öll í toppstandi sem síðar kom að var ekki. Ég ætla ekki að afsaka það eða kenna einhverjum þetta er bara staðan sem við lendum í.
og við munum klára það mál með heiður og sóma og eins og þið hafið vafalaust heyrt og sýnir hvað öflug vinna í gangi. Við höfum ráðið frábæra verkefnastjóra og verkefnanefndindar eru að vinna saman með starfsmönnum skólana og þetta samstarf hefur gengið framar vonum og gengið mjög hraðar heldur en kannski við áttum von á. Það sem ég finnst sérstakst í þessu öllu saman það að við erum að leggja hérna fram fjárhagsáætlun og útkomuspá sem eitt af allra besta sem sést hefur á Íslandi núna í ár. Og þetta vil ég þakka frábæru starfsfólki undir forystu Kjartans og fjármálastjóra Regínu að staðið sér frábærlega vel. Við erum búin að vinna mikið í þessu að finna lausnir til þess að lækka kostnað og ég stoltur af þessari áætlun sem hér lögð fram. Ég hefði líka viljað sjá tillögur frá minnihlutanum hvað við getum gert betur, hvernig getum við gert hlutina öðruvísi. En þær skilur sér nú ekki inn að því að vandamálið með tillögurnar það að það þarf að finna pening í það og það gerist nú ekki í þetta skipti. Ég hefði gjarna viljað geta unnið þetta með öllum í bæjarstjórn eins og við gerðum fyrir nokkrum árum síðan. Það sem bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkti í fjárhagsáætlun samhljóma. Það gerist mörgum sinnum að því við unnum þetta saman og vildum gera þetta vel. Og ég held að það hefði verið sterkara ef í stað þess að fara í þessar vangaveltur dittin og dattin eins og við séum ekki að vinna hlutina vel. En þeir sem horfa á Reykjanesbæ í dag og fjárhagsstöðu sveitarfélagsins eru undrandi hvað þetta gengur vel. Allar rekstratölur eru til sóma, allar hafa þær lagast og batnað með árunum og þegar atvinnulífið tók svona harkalega við sér núna á seinni hluta þessa árs, þá vorum við tilbúin og það hefur gengið ótrúlega vel. Og núna í ár skila dótturfyrirtæki Reykjanesbæjar öll hagnaði og það virkilega til fyrirmyndar að dótturfélögin líka skili hagnaði. Ég mjög stoltur að hafa lagt pínlítið á aðeins hjálpa til og þessi meirihluti sem ég að starfa með hefur staðið sér frábærlega í þessu og verið mjög samhentur og einhuga að gera þetta vel og láta lögbundin verkefni sitja fyrir. Það kemur því aðeins á óvart að ræðutími bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skuli snúa svona mikið Janusverkefni sem alls ekki lögbundið verkefni. Alls ekki. Og í kosningabaráttunni ætluðu sjálfstæðismenn að leggja til 500 milljónir nýjar í íþróttirnar. Það kom ekki ein tillaga það. Ekki ein tillaga. Ég hélt kannski að þeir myndu að halda stefnumálum sínu koma á framfæri í þessari áætlun en það ekki neitt. En ég ætla bara að þakka bæjarstjóra og hans starfsfólki fyrir frábær störf og góða samvinnu í þessu verkefni. Þetta hefur verið til fyrirmyndar í alla staði. Við skilum hagnað í útkomuspá, við skilum hagnað á næsta ári. Það ekki hægt að gera það betur. Kærar þakkir. Orðið laust. Guðni Birna Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Kæri forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að lofa að vera fljót. Við erum búin að ræða þessa fjárhagsáætlun vel og lengi og mikilvæg mál í gangi annars staðar einnig eins og við öll vitum. Mér langar bara að koma inn á gleði mína með þessa breyttu rekstrarniðurstöðu sem virkilega gleðileg, sérstaklega í ljósi frétta frá fjármálaráðstefnunni meðal annars samtal við kollega okkar sem hafa lýst miklu vandræðum með þeirra fjárhagsáætlun sem lýsi miklu mínus, þannig að það mjög gleðilegt að við munum enda í plús. Það virkilega gleðilegt sérstaklega í ljósi erfiðs árs með mjög erfitt fjárhagslegt umhverfi í kringum okkur, þannig að ég ber að fagna því og mér finnst virkilega leiðilegt, ég skil það en mér finnst það leiðilegt ef að Sjálfstæðisflokkurinn situr hjá og samþykkir ekki
þessa fjárhagsáætlun þar sem við höfum unnið þetta vel saman og við höfum náð að koma inn áhersluatriðum sem við vildum taka fyrir ásamt því að setja inn þetta risavandamál sem að mygluvandamál eru hjá okkur sem að við byggumst engan veginn við. Hvað varðar mygluna sérstaklega þá gengur Myllubakkaskóli vel. Niðurstöður úr sýnum úr Holtaskóla bárust í gær, þannig að eðlilega liggur engin kostnaðargreining fyrir þar en við erum þegar búin að áætla 300 milljónir á næsta ári til að byrja þar og annars staðar, þannig að við munum fylgja þessu máli sterklega eftir. Varðandi Janusarverkefnið sem að liggur mér nærri verandi hjúkrunarfræðingur og heilbrigðismenntuð, að þá þetta frábært verkefni, þá deilir enginn um það. En það það ekki að hætta, það ennþá hérna til staðar í samfélaginu okkar. Við erum bara ekki að niðurgreiða sérstaklega lengur. En með því að opna hvatagreiðslu fyrir alla, þá ræður ef þú ferði í þetta og borgar restina sjálf eða ekki. Okkur fannst mjög mikilvægt að allir fengju sömu tækifæri í ljósi jöfnuðar meðal allra, að allir fengju upphæð til að gera það sem þeim langaði að gera. Það langar ekkit öllum að fara upp í sporthús undir leiðsögn þjálfara. Sumir vilja bara sundkort eða afsláttu golfklúbbskortinu sínu. Við eigum ekki alhæfið að staðhæfa fyrir alla, en ég vona þess innilega að fólk nýti sér þessa hvatagreiðslur á næsta ári til þess að fara í Janusarverkefnið, ef hjarta þeirra liggur þar, vissulega. Enda höfum við alls ekkit á móti verkefninu og við vissulega reyndum að draga úr kostnaði þar og við vorum fyrsta sveitarfélag á Íslandi sem niðurgreiddi Janusarverkefnið og gerðum það sómasamlega í mörg ár. Ég óska þeim allsins besta og vona að fólk fari þar í þjónustu en við verðum að horfa á heildarmyndina þar. Ég vil koma inn á það varðandi launaliðin sérstaklega að stærstu launaliði Reykjanesbæjar fara í fræðslumál og velferðarmál. Eðlilega þar sem að við erum ungt sveitarfélag með rosalega mikið af börnum og unglingum, þetta erum við með marga skóla og ennþá fleiri leikskóla og gríðarleg pressa að fjölga þar. Og við munum gera þar. Strax á næsta ári kemur nýr leikskóli og vonandi 24, 1-2 í viðbót. Þannig að það liggur alveg fyrir að launaliðin muni hækka en það fyrst og fremst að fara í fræðslumálin okkar og svo í velferðarmálin. Þannig að þetta á sér skýringar en við erum enga síður búin að eyða miklum tíma að taka í handbremsuna, að horfa í alla spegla, að velta við hlutum, hvar getum við sparað, hvað getum við nýtt betur. Hljómahöllin gott dæmi, það getum við nýtt hana betur út af því við eigum þetta hús. Þannig að við erum vissulega að horfa og rýna í allt. En ég vil fagna þessari fjárhagsáætlun og ég vil þakka rekinu minni frábærlega fyrir og bæjarstjórnum og öllum sviðsstjórnum sem hafa eytt nótt sem nýtan dag í þetta og meirihlutanum og minnihlutanum einnig. Takk fyrir þessa góða vinnu. Orðið laust. Helga Jóhanna gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarfulltrúar, ágæti gestir. Áður en ég svara þessu litla sem ég ætla að svara að þá tek ég að sjálfsögðu undir þakkir bæjarfulltrúa til starfsfólks Reykjanesbæjar velunnin störf. Það á okkar ábyrgð bæjarfulltrúana að við séum sátt og við séum að vinna þetta með þeim hætti sem að við viljum. Þannig að í gagnrýni minni felst ekki gagnrýni á starfsfólk sveitarfélagsins, bara svo það komið fram. Ég hef hins vegar tekið eftir því að þegar ég búin að vera að ranta hérna okkar óánægju hinn og þessi málefni sem að vissulega til staðar, að þá koma kollega mínir upp og ítreka þakkir sína til starfsfólks og ég kemst ekki hjá því að velta fyrir mig hvort að sé með því verið að gefa til kynna að ég sé að ráðast á starfsfólk sem væri bara svo fjarri sannleikanum og ég vona við séum faglegri en það. Nú, líkt og ég kom inn á áðan að þá tókum við fram í bókun okkar að þar sem nefnd væri að störfum íþrótta- og tómstundamál myndum við ekki gera athugasemd við framlögin til málaflokksins að svo komnu máli. Það væri í besta falli tvískinningur á okkar hálfu að ætla að fara fram á 500 milljónir án þess að nefndin hefði skilað niðurstöðu sínum. Það væri popúlismi af verstu sort. Við erum að kalla á fagmennsku og við ætlum sjálfa að sýna fagmennsku. Og
Annað sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Friðjóns sem tilvísun umræðum dittun og dattinn ætla ég ekki eltast við. Þessi gögn sem við byggjum okkar bókun á öll að finna í framlagðri áætlun og ársreikningum sveitarfélagsins, staðfestum og endurskoðum. Þannig að ég tel mig hafa lokið máli mínu varðandi þennan lið. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Ég ætla þá að grípa hér orðið og vil byrja á því að þakka fjármálastjóra, bæjarstjóra og starfsmönnum fyrir þeirra vinnu og þolinmæði í tengslum við þessa fjárhagsáætlun sem við erum nú með hér til afgreiðslu. Afsakið. Ég vil einnig koma á framfæri þökkum til allra bæjarfulltrúa og nefndarfólks, en öll hafa lagt sig vel fram við að ná hér saman fjárhagsáætlun sem á að skila okkur góðum rekstri á næsta ári og á næstu árum, en þessi vinna hefur verið mikil áskorun af ýmsum ástæðum. Þegar við lítum í kringum okkur þá eru ekki öll sveitarfélög á þeim stað að ná saman fjárhagsáætlun sem er réttu megin við núllið, en við leggjum hér sem áður fram og framvegis áherslu á ábyrga fjármálastjórn og teljum að fjárheimildir næsta árs endurspegli akkurat það. Eins og komið hefur fram þá höfum við bæjarfulltrúar óskað eftir ýmsum upplýsingum í þessari vinnu og það hefur ekki staðið á svörum frá starfsfólki. Næstum helmingur bæjarfulltrúa er að koma nýr inn sem aðalmenn á þessu kjörtímabili og það er heilmikið lærdómsferli að taka þátt í fjárhagsáætlunargerð. Og það í 4. stærsta sveitarfélagi landsins, sem hefur verið að takast á við ýmsar áskoranir sem ekki vera sérstaklega raktar hér. Auk heimsfaraldurs sem hafði mikil áhrif á okkar samfélag, sérstaklega með tilliti til atvinnu og síðan þeirra áskorunar að hér fjölgar íbúum mjög hratt sem veldur okkur miklum vaxtarverkjum. Eins fórum við að kanna heilbrigði húsnæðis okkar eins og komið hefur fram hér og þar eru niðurstöður misjafnar þar sem staðan er sums staðar góð en annars staðar þannig að bregðast þarf tafarlaust við og fara í dýrar framkvæmdir. En það er allt gert til að tryggja heilsusamlegt vinnuumhverfi starfsmanna okkar og nemenda. Ég ætla hér fyrir hönd meirihlutans að leggja fram bókun vegna fjárhagsáætlunarinnar og hún er svohljóðandi. Reykjanesbær starfar eftir fjárhagsáætlun sveitarfélagsins þar sem grundvallar hlutverk bæjarsjóðs, A-hluta Reykjanesbæjar, er að veita íbúum bæjarins góða og skilvirka þjónustu. Með fjárhagsáætlun ársins 2023 höldum við áfram að tryggja ábyrga fjármálastjórn og samhliða því að efla og styrkja þá þjónustu sem er í boði í Reykjanesbæ. Eitt meginmarkmið sveitarfélagsins er að reksturinn skili afgangi til greiðslu skulda og að geta staðið við skuldbindingar sínar á hverjum tíma með skatttekjum og leið veitt bestu mögulegu þjónustu við íbúa og setur bæjarstjórn því framleiðamarkmið í samræmi við lög. Gert er ráð fyrir 925 milljóna króna jákvæðri afkomu af samstæðu, það er A- og B-hluta, og að rekstur A-hluta bæjarsjóðs skili 233 milljóna króna jákvæðri afkomu. Mun hraðari viðsnúningur í atvinnulífi svæðisins hefur tryggt að bjartari sviðsmynd blasir við en fyrirséð var í upphafi árs. Atvinnuleysi í október í ár var 4,9% en forsendur fjárhagsáætlunar 2022 gerðu ráð fyrir 7% atvinnuleysi. Útsvarstekjur hafa því aukist umfram áætlun sem gefur sveitarfélaginu jákvæða viðspyrnu inn í áætlun 2023. Sala á eignarhlut Reykjanesbæjar í HS Orku ásamt bættum rekstri bæjarsjóðs tryggir að bæjarsjóður hefur ekki þurft á fjármögnun í formi lánsfjár að halda þrátt fyrir miklar fjárfestingar meðal annars í nýjum grunnskóla og íþróttamannvirkjum við hann. Íbúafjölgun í Reykjanesbæ er áfram fordæmalaus. Íbúar voru í upphafi árs 2022 20.415 en eru nú í nóvember
en nú í nóvember var íbúafjöldi Reykjanesbæjar 22.008 sem er fjölgun upp á 7,8%. Ein af þeim áskorunum sem fylgir því að vera eitt mest stækkandi sveitarfélagið á landinu er að þjónustuþörf eykst hratt. Til að mæta þeim þörfum hefur Reykjanesbær líkt og kemur fram að ofan staðið fyrir viðamiklum innviðafjárfestingum. Fyrst og fremst er þar að ræða innviðafjárfestingar sem kalla á aukin mannauð til starfa. Grunnskólar og leikskólar eru þar fremstir í flokki. Aukin þjónusta eykur því launakostnað sveitarfélagsins en samhliða fjölgun stöðugilda skýra kjarasamningsbundna launahækkanir aukin kostnað ásamt kostnaði vegna styttingar vinnuvikunar. Fræðslu og uppeldismál eru sem fyrr langstærsti málaflokkurinn í útgjöldum á árinu 2023 og nema 57,4% af heildarrekstrakostnaði. 16,4% fara í velferðarþjónustu, 7,6% í íþrótta- og tómstundamál, 4,4% í umhverfis, umferðar- og skipulagsmál, 2,9% í menningarmál og brunamál og almannavarnir nema 2%. Sameiginlegu kostnaður nemur 6,4%. Grunnfjárfestingar í stofnframkvæmdum eru hámarkaðar við 550 milljónir króna í fjárfestingaáætlun 2023. Gert er ráð fyrir að fullklára áfanga 2 sem er íþróttahús með sundlaug við Stapaskóla sem er fjárfesting af fjárhæð 1.550 milljónum króna. Þá er gert ráð fyrir 1 milljarði í viðhald á húsnæði Myllubakkaskóla árinu 2023 og fjármagn til að byggja leikskóla í Dalshverfi 3. Í fjárhagsáætlun 2023 er gert ráð fyrir að útsvarsprósenta haldist óbreytt frá fyrra ári eða 14,52%. Til að koma til móts við hækkandi fasteignamat er álagningarstuðull fasteignaskatts á húsnæði í A-flokki lækkað úr 0,30% í 0,25% og í C-flokki lækkað hlutfallið úr 1,5% í 1,45%. Gjaldskrárhækkunum er stillt í hóf og tryggt að þær verði í öllum tilfellum lægri en almennar verðlagshækkanir. Meirihluti Reykjanesbæjar leggur fyrst og fremst áherslu á að sinna lögbundnum verkefnum og gera það vel. Rekstur er í jafnvægi og framkvæmdir eru kostaðar af eigin fé. Fjárhagsáætlun sem nú er lögð fram hefur framtíðarsýn Reykjanesbæjar til ársins 2030 að leiðarljósi. Í þeirri framtíðarsýn er lögð áhersla á kraft fjölbreytileikans, skilvirka þjónustu, fjölbreytt störf, vistvænt samfélag, vellíðan íbúa og að börnin séu mikilvægust. Meðal verkefna sem raungerast með þessari fjárhagsáætlun má til dæmis nefna hvatagreiðslu fyrir 4 til 5 ára börn hefjast á næsta ári. Nýr leikskóli verður tekin í notkun í Dalshverfi 3 ásamt því að unni verður að byggingu leikskóla í Hlíðahverfi. Loki verður við gerð íþróttahús og sundlaugar við Stapaskóla. Unni verður að betra aðgengi í 88 húsinu, hafist verður handa við að umbylta skólalóðum í bænum, kraftur verður settur í rafhleðsluvæðingu í sveitarfélaginu, áframhaldandi uppbygging á heilsustigum og bygging 80 rýma hjúkrunarheimilis við Nesvelli fer af stað. Við viljum þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar samskiptin á árinu sem er að líða og óskum þeim og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsaldar á nýju ári. Þessi bókun er dagsett 7. desember hér í Reykjanesbæ og undir þetta skrifa bæjarfulltrúar meirihlutans. Þið virðist sem svo að umræðan sé komin á leiðarenda og þá er ekkert annað eftir en að bera upp fjárheimildir fyrir árið 2023 og fjárhagsáætlun fyrir 2024 til 2026 til samþykktar. Þeir sem samþykkt geta fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar og sameiginlega rekinna stofnana 2023 til 2026 eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Og hún er samþykkt 8-3 með 3, ég tek þessu sem að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sitja hjá. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi.
Fundargerð verður yfirfarin og undirrituð rafrænt eins og venja er. Því segi ég þessum 642. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.